og bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru í sal býð ykkur velkomin til 254. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan býðst afsökunar þessari töf sem orðið hefur á því hann hæfist meðan við vorum að ganga frá hér og hefja fund. Hér í dag eru á dagskrá fundargerð í bæjarráðs númer 580 og 581 tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hefur því andmælum. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd númer 214. Jafnframt hefi rætt við bæjarfulltrúa og leita afbrigða að fá að taka á dagskrá fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefnd númer 215 sem frá fundi sem haldið var 1. október í þessum mánuði. Ef enginn hefur því andmælum þá mun bæjarritari lyfta henni inn ásamt 4 liðum í henni sem sérstaklega þarfnast afgreiðslu bæjarstjórnar sem eru deiliskipulag Hvannadalur, auglýsing og matsskýrslu Urðarbotnar, byggingar og grenndarkynning og regla. Þannig að þeim eru lyft hér upp og tekni hér undir liðnum undir almenn mál. Síðan er það fundargerð fræðslunefndar númer 60, íþrótt- og tómstundunefndar númer 52, menningar- og nýsköpunarnefndar númer 4, félagsmálanefndar númer 113 og 114 tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Barnaverndarnefndar númer 89 og safnanefndar númer 1. Þá er hér liðun almenn mál og hann er eins og verið hefur hér upp á síðkastið frekar stór vöxtum því að verið að ganga frá ennþá reglum sveitarfélagsins eftir sameiningu en ásamt fleiri liðum. Fyrst er það ákvörðun framtíðarskipan almannavarnanefnda, stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga tilnefning, stjórn Sjómannasafns Austurlands tilnefning, stjórn Sjómanna- og smiðjumannasafns Jóns Vals Reynissonar tilnefning. Síðan er breyting á nefndaskipan, síðan er vísað á eignaskipulags- og umhverfisnefnd lögreglu samþykkt. Reglur styrki til menningarstarfsemi, reglur skipulag gámasvæði, reglur stöðuleyfi lausafjármuna, reglur útleigu leiguíbúða, reglur sölu íbúða í Fjarðabyggð, reglur gististæðum sveitarfélagsins, verklagsreglur umgengni á lóðum, reglur félagslega liðveislu, reglur félagslega heimaþjónustu, reglur daggæslu í heimahúsum, reglur skammtímavistun fatlaðra og reglur notastýra persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk. Til viðbótar þetta 28. liður en til viðbótar bætast á 4 liðir af dagskrá eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 215 eins og það var sagt. Með því að taka hann hér með afbrigðum þá voru þeim liðu jafnframt lyftur til afgreiðslu bæjarstjórnar eins og þeim er vísað í þeirri fundargerð. Ég vekja athygli að mér hefur vakið athygli mín á því að bæjarstjóri óskaði eftir að fá að víkjundi lið 1 í fundargerð bæjarráðs númer 580 Eistnaflug 2019 líkt og hann gerði á fundi bæjarráðs og ég legg því til að vera örlítið breyting á að þó að komi öðruvísi út í bókun að við ljúkum fyrst umræðu og afgreiðslu þess liðar og að því loknu tökum svo fundargerðina þannig að bæjarstjóri komi að nýju inn í sal. Er einhver andmæli við því? En svo er ekki þá göngu til dagskrár. Byrjum á bæjarráð og byrjum þá á lið 1 í bæjarráðs fundargerð númer 580 sem kallast Eistnaflug 2019. Hann kom inn beiðni aukinn styrk til Eistnaflugs. Það sem bæjarstjóri hafði áður tengsl við Eistnaflug þá tekur hann ekki þátt í umræðu atkvæðagreiðslu þau mál. Bæjarráð hafnaði féllst ekki á aukna styrkveitingar heldur að standa áfram með hátíðinni á þann hátt sem við höfum gert síðust ár með þeim styrkjum og aðstoð sem við getum og orðið er laust hennar lið til einhver þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ber ég hann til samþykkta þess mannsamþykkja með skeiðmerki. Hann er samþykktur með 8 atkvæðum þar sem ekki er enn komin bæjarfulltrúi frá miðflokknum á fund. Þá óska ég eftir að bæjarstjóri gangi í salan í og þá förum við í fundargerð bæjarráðs númer 580 undanskildu lið 1 og 581 sem er hér til umræðu atkvæðagreiðslu orðið laust það er Eydís Ásbjörnsdóttir beðum orðið gerð svo leitis. Forseti, bæjarstjóri ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkra liði í fundargerðum bæjarráðs 581 og 580 og 581 og það er liður 1-2 útvistunarsamningur kerfisatvik en fyrir fundinu lá drög samnings rekstur á kerfinu atvik og bæjarráð ákvað að fresta undirritun samningsins í ljósi málefna vísa Austurlandi og í því samhengi þá ætla ég fara yfir í lið 27 og þar bókaði bæjarráð og mótmælti
harðlega lokun útibús í Fjarðabyggð sem boðið hefur verið. Vís hefur á undanförnum árum dregið verulega úr sinni þjónustu hér í sveitarfélaginu eins og við þekkjum og stefnir nú á því að nú stefnir í það að ekkert útibú verði hér. Fjarðabyggð er með alla sína tryggingar hjá Vís og samningar eru lausir nú áramótin og við bókum það að við munum ekki framleggja þessum samningum í ljósi þessar skerðingar. Það liður 1-3 stúdendaskipti milli Fjarðabyggðar og Gravelín. Það var lagður tillaga útfærslu nemenda og starfsskipta vinabæjarins Gravelín við Fjarðabyggð. Bæjarráð staðfesti tillögurnar og vísaði því til menningar- og nýsköpunarnefndar, fræðslunefndar og íþrótta- og tómstundanefndar. En lagt upp með að 1-2 nemendur á aldrinum 16-25 ára verði við sumatíma cirka 2 mánuði og þeir munu starfa meðal annars í franska safninu og að verkefni sem snúa að tengslum Íslendingadaga í Gravelín og franska daga á Fáskrúðsfirði. Gengir út frá því að nemendur gisti inn á heimilum og einnig er lagt upp með að mynda tengsla milli 9 og 10 ára barna á báðum stöðum og þá með bréfaskriftum og jafnvel Skype samtölum og einnig að fara í einhver eflingu milli staðana í listum og íþróttum. En þetta er mjög spennandi verkefni vel tekst til. Það er liður 4 að vísa frá ESU sem var vísa frá ESU til bæjarráðs til frekari athugunar skýrsla ISOR vegna endurmats á afkastagetu jarðhitakerfisins á Eskifirði og mat á áhrifum borunar Norðfjarðarganga á það. Bæjarráð fóru yfir efni skýrslunnar og felur ESU eftirlit með stöðu hitaveitunar í Fjarðabyggð á Eskifirði í framhaldinu. En ég vil taka fram að það var ekkert athugar sem kom fram en við teljum mjög mikilvægt og skylda okkar að hafa gott eftirlit með hitaveitunni eftir svona mikla framkvæmdir eins og jarðgangagerð er. Liður 1-6 vatnsveitan og þetta mál kom nú inn á síðasta fund okkar líka en var bréf frá íbúa vegna vatnsveitunar og ég vil bara ítreka það sem ég sagði á seinasta fundi, bæjarstjórnarfundi, en að það hefur verið brugðist við til þessi ástandi til bráðabirgða og komnar búið að tengja 2 dælur til að létta ástandinu en það er einnig búið að panta dælur og verið að gera ráðstafanir nýjan vatnsstang. Liður 1-7 fjármálaráðstefna sveitarfélagana sem verður núna í næstu viku 11. og 12. október og þar munum við sem sitjum í bæjarráði ásamt fjármálastjóra og bæjarstjóra mæta og ýmsir fundir svo í tengslum við ráðstefnuna. Og liður 1-28 það er bókun bæjarráðs vegna væntanlegra samgönguáætlunar og það eru gríðarleg vonbrigði hvað hluti Fjarðabyggðar og Austurlands er skertur í samgönguáætlun og ég vilja nefna Suðurfjarðarveg og fækkun einbreiðra brúa hér í því samhengi. Komin yfir í fundargerð 581. Liður 2-3 erindi fyrirhugað framkvæmdir við samkomuhúsi á Stöðvarfirði og það kom bréf frá stjórn salthúsmarkaðins á Stöðvarfirði varðar fyrirhugað framkvæmdir sem er þegar búið að samþykkja og var ekki farið að fara í en við bara fórum yfir málið og það er reynda þegar byrjað að hafa framkvæmdir að hefjast og það var í rauninni verið að bíða þangað til að starfsveðminn í húsinu var í lokin þetta sumarið. Og liður 2-4 ákvörðun framtíðarskipulag almannavarnanefndar
en bæjarstjóri lagði fram tillögu þess efnis að almannavarnanefndir Suður- og Norður Múlasýslu yrðu sameinaðar í eina almannavarnanefnd og bæjarráðið samþykkt þessa tillögu og hún verið tekin hérna til afgreiðslu undir önnur mála eftir. Liður 2.9 götulýsing, RARIK. Það hefur verið bara mikla kvartanir og það bara mikill skortur á því að viðhaldi hefur verið sinnt og margar perur sprungnar og núna mikið myrkur og skammdegi, það mikið myrkur úti og þetta er mikið öryggisatriði og mjög hættulegt. En við vísum því til eignarskipulags- og umhverfisnefndar að ítreka við RARIK að án tafar verið farið að vinna við að skipta út perum í sveitarfélaginu í öllum stöðum nema á Reyðarfirði en það er á okkar vegum. Sem sagt, rafveitan sér peruskiptin þar og ég hef fengið þær upplýsingar að það sé byrjað. Jafnframt vísum við því til eignarskipulags- og umhverfisnefndar að skoða það alvarlega að fara í LED-lýsingu á gatnakerfinu í sveitarfélaginu. 2.11, það er Háskólasetur Austurlands, þar tókum við umræðu og Háskólasetrið og því virðist miða vel áfram og Einar Már getur kannski frætt okkur meira það eftir. Mér langar að minnast á bókun Jens Garðars þar sem hann óska eftir því að reiknaði yrði út hvað áhrif það hefði að bæjarsjóði að lækka fasteignagjöld sem nemur hækkun fasteignaskatts fyrir árið 2019. Við höfum rætt áhrif hækkun fasteignamatts á húsnæði í Fjarðabyggð í fjárhagsáætlanagerðinni, bæði á fundum og hér í bæjarstjórn. Og eins og þegar hefur komið fram að munum við sjálfsögðu skoða þetta sem mál út frá öllum hliðum, hvað er hægt að gera og hvað ætlum við að gera. En varðandi þessa bókun fasteignagjöld er rétt að benda á að vatns- og fráveitukjöld eiga að endurspegla þann kostnað sem að rekstur þeirra hlýst og ljóst er að það liggur fyrir að það þarf að fara í mikla framkvæmdir í vatns- og fráveitumálum svo að það er ekki mikið svigrúm þar til lækkunar í þeim leiðum. Varðandi fasteignaskatta þá mun bæjarstjórn líta til þess að lækka álögur með þeim hætti að það nýtist þeim hópur sem þurfa frekar á slíku að halda eins og öryrkjum, öldruðum og barnafólki. Þakka fyrir Eydís, vilja fleiri hvað þessi hljóðsundi fundagerðin Bæjarráðs, Jens Garðar Helgason gerði svo vel. Forseti og góði bæjarfulltrúar, ég ætla að stikla á nokkrum málum. Fyrsta lagi vil ég fagna því framtaki sem að hefur nú farið fyrir bæði eignarskipulags- og umhverfisnefnd, bæjarráð, menningar- og nýsköpunarnefnd og hafnarstjórn. En það er í lið undir fundagerð 580 í lið 5, útsýnispalli við Norðfjarðarvita. Ég vona að þetta verkefni muni verða veruleika og ég held að þetta verði mikil bragabót og mikil bót á umhverfinu í kringum vitan og muni gera þetta umhverfi allt miklu skemmtilegra og aðgengilegra og fá fólk jafnvel til að vera þá lengur og njóta þess að vera á þessu fallega svæði og horfa yfir Norðfjarðarflóann. Í tengslum við eftirlitsmyndavélarnar og þá fagna ég því að það er verið að skoða það að við ætlum að setja upp eftirlitsmyndavélar í sveitarfélaginu. Ég held að í ljósi þess sem gerðist núna á haustdögum að hér fóru óprúttnir aðilar og fóru hér inn í hús. Íbúar hér hafa hingað til getað, það hefur nú ekki verið óargengt að fólk læsir ekki húsunum sínu þó það bregður sér að bæ og lyklar jafnir í bílum og annað. Að menn kannski vöknuð upp í það að allt í einu er þetta að færast nær okkur og hér virðist vera á ferðinni að einhverjir aðilar er að gera hér út á það að keyra hér úr landið og ganga inn í hús þar sem að fólk á ekki, það sem að fólk er ekki vant í að þetta sé daglegu viðburður kannski eins og gerist á höfuðborgarsvæðinu.
Þannig að ég fagna því bara að sveitarfélagið ætlar að bregðast við þessu meðal annars með uppsetningu myndavélakerfa til þess að reyna að koma í veg fyrir það að slíkt geti átt sér stað. Minnst okkur ákveðin fælingamátt. Bæjarráð bókaði málefni VÍS nú á dögunum í ljósi þess að VÍS ætlar að loka skrifstofu sinni hér í sveitarfélaginu. Þá nú hringurinn aðeins farin að þrengjast þegar kemur að því að hvar við getum tryggt og ég vona að fljótlega muni þá sveitarfélagi fari viðræður við þau tryggingafélög sem að eru með starfsemi hér á svæðinu og við munum þá geta hort fram á það að á næsta ári verður við komið með nýtt tryggingafyrirtæki. Varðandi bókun bæjarráðs vegna væntanlegrar samgönguáætlunar þá mótmælti bæjarráð þessu harðlega við þingmenn núna í þingmannavikunni hvernig samgönguáætlun lítur út og þá sérstaklega tek ég undir með formanni bæjarráðs að það sérstakt áhyggjuefni að Suðurfjarðavegurinn skuli ekki vera nær í áætluninni og alveg eins með þær einbræðu brýr sem eru bæði hér í Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði á þessum vegakafla. Götulýsing orðin mjög hérna í lið 9, götulýsing Rarik. Það orðin mjög hvimleitt hvað lýsingin orðin léleg hér í mörgum byggðakjörnum sveitarfélagsins. Ljósastaurar jafnvel dauðir í heilu og hálfu götunum og því var mjög tímabært að ýta á Rarik núna þegar það orðið dimmt að fara að huga að lýsingunni og ég held að við ættum að reyna að skoða það sem fyrst og eins og stendur hér að fara í alvarlega skoðun á svo kallari LED lýsingu gatnakerfisins í sveitarfélaginu. Ég held að slík innleiðing á slíkri lýsingu muni tvímælalaust hafa mikinn sparnað með sér í för með sér til lengri tíma. Varðandi bókun mína í bæjarráðinu þá það þannig að við erum ekki að tala um það að lækka fasteignagjöldin. Í rauninni verið að tala um það að við ætlum ekki að hækka. Tekjurnar muni standa í stað. Fasteignamat að hækka núna 15-20% og þetta eru miklar hækkanir og það mjög ánægilegt að í Fjarðabyggð búið að vera mikið af sölum á fasteignamarkaði. Það mjög ánægilegt að sjá að verð hefur hækkað á fasteignum sem þýðir það að verðmæti eigna fólks að hækka. Það alltaf ánægilegt. En að sama skapi endurspeglast það þá í mjög háu fasteignamati núna fyrir næsta ár. Í ljósi þess, og við höfum oft rætt þetta hér, bæði í bæjarráðinu og hér í bæjarstjórn, og það hefur verið mikla vangaveltur hvaða áhrif þetta hefur til dæmis á greiðslur, jöfnunarsjóð og fleira. Og í því ljósi, í staðin fyrir að við séum með vangaveltur og ræða þetta og mögulegar fabúlengar það hvaða áhrif þetta mun hafa á greiðslur jöfnunarsjóði, að þá fannst mér það rauninni að við erum að fá botn í það hvaða áhrif þetta hefur til dæmis á greiðslur jöfnunarsjóði. Og svo kemur náttúrulega bara enn og aftur að þeim pólitíska punkti að hvað vilja menn seilast langt í og hvað vilja menn seilast djúpt í vasa almennings og ég held að þarna á ferðinni mikið réttlætismál fyrir húseigundur í Fjarðabyggð. Þetta mikil hækkun og það orðið ansi mikið þegar að blasir við að fólk þurfi jafnvel að fara að borga hálft í hálfa milljón í fasteignagjöld á ári fyrir þokkalega stór einbýlishús. Og ég held að við hljótum öll að vera sammála það að láta skoða þetta og hvaða áhrif þetta hefur á greiðslurnar í jöfnunarsjóði og við erum rauninni ekki að lækka gjöldin, við erum prósentulega séð að lækka gjöldin en innstreymi sveitasjóð þá að standa í stað. Það var hugsunin á bakvið þessa bókun að við myndum standa í stað í innstreymi og fé í gegnum gjöldin og þá leyfa fólki þá að fasteignamatið hækkin en við lækkum gjöldin á móti til þess að gjöldin verði þá sömu þá á næstu ári fyrir húseigundur í Fjarðabyggð. Takk fyrir Jens, vilja fleiri kveðið hljóðs undir fundargerðum bæjarráðs. Það fá að kveða með hljóðs líka aðeins og koma inn á örfá atriði hér í fundargerðunum svo sem mörg þeirra
hafa verið hér rædd af samstarfsfólki mínu hér á undan. Kannski aðeins það er svona, það er viss ánægja með, það var svona ánægilegt að sjá þessa skýrslu sem er getið hér í lið 4 í bæjarráði 580, forðafræðilíkanið, sem Ísor segi gerði til að meta hvort að þessar framkvæmdir sem eru þessar viðamiklu framkvæmdir, jarðgangaframkvæmdir hefðu áhrif á forðaflæðið í jarðhitakerfinu okkar. Það er stóra verkefnið okkar og hefur verið frá því eins og allra sem búa á köldum svæðum, svo köldum, það sem ekki er jarðhiti undir sem er að hita vatnið. Heldur vatnið er að koma frá þá fallum sprungkerfi að fylgjast vel með forðafræðinni sem er í þessum við getum kallað bara töngum sem eru hún í jörðinni, að meta það. Við höfum séð sveiflur í þessu kerfi svolítið í gegnum tíðina og lögðum á það mikla áherslu að halda út í þeim mælingum, og það var afskaplega ánægt að sjá að það hefði ekki orðið breyting á, því að náttúrulega það er gríðarlegu framkvæmdur sem jarðgangagerðin er. Þannig að það var ánægt og þetta er okkur mjög nauðsynlegt í framtíðinni að vakta það vel. Sömuleiðis bara taka undir með formanni bæjarráðsins við Vatnsveitan og Fáskrúðsfirði. Þetta er ekki vandamál sem er því miður að koma upp núna. Við höfum unnið töluvert lengi að því. Það hefur hangið saman við framkvæmdir innan bæjar á Fáskrúðsfirði að laga lagnir sem við höfum verið að gera núna í tengslum við framkvæmdir í Skólaveginum til þess að auka þrýsting á vatnskerfinu, því að það hefur verið einn af okkar akkillesarhælum þarna að kerfið hefur ekki þolað aukinn þrýsting sem gerir það verkum að það berst á miklum álagstímum ekki í efri byggði Fáskrúðsfjarðar sem er náttúrulega mjög hvimleitt og vondar aðstæður fyrir það fólk sem þar býr. Við munum reyna í tengslum við þessar aðgerðir núna að dæla upp, fjölga dælum á kerfinu og síðan þurfum að horfa til nýra tanka í fjallinu einni til þess að dreifa niður í bæinn. Þannig að þetta er verkefni sem við höfum vunnið í síðust ár og vonandi förum að geta náð meiri árangri því nú í tengslum við viðgerðir á kerfinu innan bæjar. Aðeins í sambandi við bókun bæjar á þessum málefni Vátryggingafélagsins. Það var afskaplega, þótti manni það daburt að sjá Vátryggingafélagið sem Fjarðabyggð hefur verið í viðskiptum við síðustu ár og sjást í huggera á fyrir sveitarfélagið svona með stærri viðskiptum á Austurlandi, að þeir skulu hafa tekið það ákvörðun að draga saman á þennan hátt og loka hér sínu útibúi í kjölfar þess að það er búið að loka náttúrulega að draga það verulega saman þjónustuneti Vátryggingafélaganna eins og annara. Við bæjar, svo menn vitum það náttúrulega að svo tækni þróun sem á sér stað er að leysa hólmi og það mun fækka eflaust inn í framtíðina en frekar ýmsum slíkum skrifstofum sem fara með þjónustu. En það skýtur svolítið skökku við. Þegar slík hagræðing á sér stað þá fer hann yfirlega fram út á landi. Það virðist hafa minni áhrif á höfuðborgarsvæði. Það er mjög sérstakt, það sem er meiri þéttleiki og stærri þar sem höfuðstöðvar fyrirtækin eru. Að hagræðingin skuli leita fyrst hér út á land. Það líka skýtur skökku við það sem þú ert í viðskiptum og miklum viðskiptum fyrir og vilt sækja fram að þú skuli þá velja að loka þeirri skrifstofu, og það er rétt eins og komið fram á þannig að við teljum að það sé rétt að horfa til þess í þessari þjónustu sem og annari sem sveitarfélagið kaupi, þá sé horft til þess hvernig þjónustunet eða starfsemi fyrirtæki er innan Fjarðabyggðar. Það er ekkert annað, held ég, fært fyrir okkur sem sveitarfélag að hafa það bara til hliðsjónar. Þó að okkar sé náttúrulega ætlað að sækja á allt þau bestu verð sem eru hverju sinni á þeirri þjónustu sem við kaupum, þá er það líka eðlilegt að það sé á þann hátt hægt að leita til slíkara starfsemi hér og hún skapi leið verðmæti á þeim stað sem hún á takin verðmæti. Og það er eins og nú er, ljóst þetta, þá eru 2 tryggingafélög eftir að þessum íslensku tryggingafélög sem reka hér ennþá skrifstofur og þjónustu í þessu sveitarfélagi, og mér finnst þetta eðlilegt að það sé horft til þeirra umfram aðra í þessum efnum. Og þannig að þetta var svona okkar ansvar við þessu, áður sem við séum nokkuð að slá höfðunum við steini með það að tækniungar með leysur og fólk leiti í auknum mæli í stafrænar lausnir, einstaklingar, þá er það líka spurningum stærri viðskipti eins og hjá sveitarfélaginu. Og það stóð til að framlengja þennan samningu á Vátryggingafélagið núna áramót
eftir útboð var ákveðið að 2 ára framlenging undir að útboðstíman liðnum, en við höfum fallið frá þeirri ákvörðun að framlengja í ljósi þessa. Sömuleiðis með væntanlega samgöngu áætlun. Það verður svo sem okkar verkefni að minna á nauðsyn þess að horft sé til Suðurfjarðavegar í þeim vegabótum sem boðar eru. Nú á maður til að sjá hvernig samgönguáætlun fer í meðförum Alþingis, en því ekki að neita að svona hlutfallslega hefði maður vilja sjá meira fara til Austurlands í viðhald á vegakerfinu, svona versus aðra hlutalandsins, og dregi nú ekki úr nauðsyn þess að slíkt fyrir að koma til annars staðar á landinu. Svo sannarlega ekki. Maður dregur aldrei og dregur ekki ef að þá þörf sem uppi er, en við höfum bent ítrekað á Suðurfjarðaveg, kafla í honum sem væri þá gott að geta tekið og hefjast handa á þess að taka hann í heild sinni, allavega taka hvað vestu kafla, og ég vona að það muni rata inn í áætlunina í ríkari máli, heldur en verið hefur enda þekkja menn alveg þá skilgreiningu sem er á Suðurfjarðaveginum og þeirri hættu sem af honum, að það sem þar er til staðar samkvæmt Eurorap kerfi sem notaði til þess að mæla vegi í Evrópu. Aðeins samt við lið 1 í 581, greiðsluáætlun og jöfnunarsjóð vegna sameiningar sveitarfélaganna. Þarna varum við að fjalla þá og fá frá jöfnunarsjóði hvernig greiðsluáætlunin er skipt á því fjármagni sem hingað kemur í tengslu við sameiningu Fjarðabyggðar og Breiðdals í vor. Ég vil svona nota tækifærið í þessu lið og myndi að fara við það að við hefðum viljað sjá mörgum verkefnum sem átti að hrinda í tengslu við innviða uppbyggingu. Við hefum getað viljað hrinda þeim hraðar í framkvæmd á Breiðdal, og við gerum ráð fyrir að við verum fljótlega þar með íbúafundir og annar staðar í hverfum Fjarðabyggð til að fara svona yfir stöðumála. Inn í það er ýmislegt spilað, bæði náttúrulega verktakar, framkvæmdaleyfi og fleira, en af þessu, svo ég get sagt það hér, af þessu er unnið áfram, og því eins og þetta var teiknað upp í tengslu við sameiningarviðræðurnar og í þeir samkomulagi sem við undirritum í tengslu við það, að það hefur ekkert verið horfið frá því á neinn hátt, heldur mun það vera unnið, en því miður sumarið eins og oft við verða reynist okkur styttra heldur en við viljum oft, og við ætlum okkur meira að við kjáumst yfir, en vonandi getum við hrint í framkvæmd sem mest núna á næstunni og næsta ári. Og raun og veru það finnum maður, og eins í lið 3 samt við erindir frá Salthúsmarkaðnum á Stöðvarfirði sem var inn á fjárhagsáætlun að hefja klæðningu á samkomuhúsinu á Stöðvarfirði sem hýs Salthúsmarkaðinn, að líka þetta það er mikil samkeppni um verktaka, iðnaðarmenn á þessum tíma, sem betur fer, við getum sagt, sem betur fer, vegna þess að það sýnir okkur að það er uppbygging og það er ýmislegt undir, en það hefur líka áhrif, og maður hefur viljað sumt að því sem maður vilja sjá ganga hraðar hefur ekki náð eins langt og við höfum viljað. Svo bara aðeins í tengslum við það sem hefur hér komið fram í tengslum við bókun Sjálfstæðisflokksins eða Jens Garðars á síðasta bæjarráðsfundi fasteignagjöld, sem er afar brýn umræða og hefur átt sér stað hér síðustu ár, þar sem við þekkjum að fasteignamatsstofnun í Fjarðabyggð hefur aukið verðmæti sitt svo til árlega síðustu ár, að vissuleyti má segja á sanngjarnan hátt, vegna þess að fyrir var náttúrulega verðmæti fasteign í Fjarðabyggð var á engan hátt eðlilegt, og við getum sagt að það sé að komast í það horf núna að þetta sé farið að endurspegla sannarlega eins og þú á að endurspegla verðmæti eigna hér sem fólk á, og sem gerir það þann hátt að á hverju ári tekur Þjóðskrá Íslands sér til og reiknar út frá sölum síðast árs, húsnæðissölum síðast árs, hver álagningarprósentan skuli vera. Við höfum ekki hreyft álagningarprósentu í Fjarðabyggð margar ára skeið, það sem við megum leggja á. Þannig að þetta hefur gert það að verkum að í sumum sveitarfélögum lækkar fasteignamat. Það er þetta skelfilegt, það er skelfilegt staða, við þekkjum það frá gamalli tíð þegar fasteignamat lækkaði í Fjarðabyggð eða í fyrirrennunum Fjarðabyggðar. Það er ömurleg staða, og en samanskapi líka fylgja þessu líka því að fasteignamat þegar það hækkar og skart eins og núna og kemur með þessum hætti, þá eðlilega finnur fólk fyrir því. Það er boðið núna hækkun út frá verðmæti á sölum síðast ári 15% hækkun eins og kemur frá Jens, mismundir endar aðeins milli hverfa Fjarðabyggðar.
því þetta reiknast út frá póstnúmerum eða sölum innan þessara póstnúmera. En við skulum ekki gleyma því að leið og við horfum á þetta, að þá þetta samhangandi stærri þætti í tekjum sveitafélagsins. Það þekkjum öll sem hér erum og höfum verið, að tekjur okkar í sveitasjóði skiptast upp í þrennt. Það útsvarið sem náttúrulega lög skipað á Íslandi, hvað skuli vera hámarki og hvað skuli vera lágmarki, hvað síðan að fasteignagjöld og þeir álagningarstuðlar sem þar má nýta, og síðan að jöfnunarsjóð og sveitafélag. Jöfnunarsjóð og sveitafélag afar mikilvægur tekjuþáttur fyrir okkur eins og önnur sveitafélag á landsbyggðinni. Honum ætlað að mæta kostnaði sem misjafn milli sveitafélaga út af aldurssamsetningu, út af fjölda skóla, til þess okkur sé gert það kleift að við getum sinnt sömu þjónustu á sem líkastan hátt. Jöfnunarsjóður hefur verið starfandi náttúrulega fjöldamörg ár. Í tengslum með hann þá það þannig að nýti sveitafélag ekki tekjuþætti sína, útsvarið, og nýti ekki fasteignagjöldin, þá dregur það fram á jöfnunarsjóðs. Það náttúrulega rétt sem við komum með máli í eins að við þurfum að meta það núna hversu mikið það en það liggur fyrir í endurskoðun sem hefur verið og var kynnt núna á landsþingi í Sambandsveitafélaga og hefur verið og eflaust verið kynnt á fjármálastofnun. Ég hef ekki náð að kynna með dagskrána nógu vel þar, að jöfnunarsjóðurinn náttúrulega stanslaust kringum hans regluverk ýmst til endurskoðunar, að muni svona það kveður við þann tón að nýti menn ekki tekjustofna sína, þá njóti menn ekki framlag á jöfnunarsjóði. Það sé inn í framtíðina. Í dag hefur munið að hafa, lækkum við einhvern gjaldast og einhvern tekjustofn, þá mun það draga á framlögum. Við þurfum að fá það, eins og hefur komið fram, úr því skori hvað mikil áhrif það hefur á okkur núna, til að út af væntanlegri hækkun. Til þess að hafa það í huga, þá það þannig að förum út í það að lækka, því við þurfum að sannarlega lækka þá álagningarhlutfall. Ef við ætlum að bregðast við því að eyða út þessari 15% verðmæta aukningu stofnsins, þá þurfum að lækka tekjustofnun okkar á sama skapi. Þannig að við þurfum að bara vega það vel og meta, og bara það gott að fá þessu umræðu. Við munum taka hana því við erum núna að vinna á fulli og fjárhagsáætlunum. Nú fáum við þetta lá fyrir núna við umræðum snemmi í bæjarráði, að við þyrftum að fá þetta inn til okkar, því það vegi þá meti hversu mikil áhrif þetta hefur aðra tekjustofna, hvernig ætlum við þá að mæta því ef mikið tekjufall. Því að þarna að ræða fyrst og síðast fasteignaskattin en ekki fasteignagjöldin. Fasteignagjöldin heildin. Þar fáum við sorphirðuna eða semst úrgangsmálin sem við eigum að kalla því, eigum að nálgast það sem verðmæti. Það úrgangsmálin, það skólp eða fráveita og það vatn. Þeir liðir skuli alltaf endurspegla bara reksturinn í þeim málaflokkum. Það eitthvað sem þú ferð ekki með. Það eru bélhlutafyrirtæki sem og tekjurnar að þeim skuli endurspegla reksturinn á þeim og skuli endurspegla þær fjárfestingar sem eru. Og við vitum við þurfum að fara fjárfestingar í vatnsveitunni. Við vitum við þurfum að fjárfestingu í vatnsveitunni og Fossvogi. Við þurfum að fara fjárfestingu á Norðfirði. Við þurfum að fara fjárfestingu eflaust inn á Eskifirði til frekar tíma. Því að við erum líka matvæla samfélag sem framleiðir mikið matvælum og vatnsveitan okkar þarf til fyrirmyndar. Síðan að fráveitan, það bara eins og öll þekkjum, það stórt og mikið verkefni og það fagnar efni að nú liggur fyrir Alþingi frumvarp sem Jón Gunnarsson þingmaður lagði fram að virðisaukaskattur skuli vera endurgreiddur á fráveitu framkvæmdum frá með næsta volandi, nær það í gegn fyrir áramót og verður frá næsta ári. Það mun hjálpa sveitarfélögum gríðarlega í þessum miklu framkvæmdisframöndanum. Ég get trúið að fjárfestingar í fráveitu og Austurlandi lægi einhverstaðar á 3 milljörðum. Það 1,5 milljarður í Fjarðabyggð allri. Það 500 til 600 milljónir á Egilsstöðum eða Fljótsdalshéraði. Þannig að við vitum að þar bíða okkar verkefni sem við þurfum að dreifa út á lengri tíma, en síðan það svo spurning hvað verður í fráveitu framkvæmdum framtíðarinnar tengslum við örplast og annað slíkt sem steðjar svo ógn sem steðjar að hafinu núna, og við höfum talið og munum þetta í á að það ekkert einkamál sveitarfélag, það líka bara samstarf ríkis og sveitarfélag að verja auðlindirnar okkar. Það veit ég nú að við erum í Jenskar fullkomlega sammála mér
það vill hann standa vörðum um hafið. En fyrst og síðast í þessu þannig að við þurfum að fara vel yfir þetta, hvernig við mætum þessari hækkun, hvernig henni best mætt með hagsmuni sveitafélagsins og þeirra þjónustu sem sveitafélagi býður upp á í heild sinni. Við getum líka mætt í, eins og kom fram hjá formanni Bæjarráðs, við getum mætt í með að lækka hjá eldri borgurum og öryrkjum, auka sem sagt endurgreiðslur þeirra til að mæta því að þetta kemur mjög hart niður og sérstaklega eldra fólki sem býr í stórum húsum enn, sem hefur ekki séð fram á því að geta selt húsin sín jafnvel og farið í minni. En það er þó spurning, mætum við því þar með því að hækka afsláttarkjörin? Hvernig getum við mætt í öðrum gjöldum fyrir barnafjölskyldur sem þetta leggst hart á? Getum við mætt í öðrum gjöldum sveitafélagsins til þess að beita því jöfnunartæki? Af því að fyrst og síðast er það ábyrgð okkar að skoða það hvernig getum við komið á móts við það án þess að tilkomi tiltölulega mikill niður skurður í tekjum okkar. Við þurfum að meta það, við sjáum það núna út á þessum 3 tekjuþáttum og þeirri þjónustu sem við ætlum að veita hverju sinni. Þannig að þetta vildi ég nú sagt hafa í þessum efnum. En orðið laust Fundargerð Bæjarráðs, byrjum þessi hljóðs. Einar Már, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, eftir svona langa messu þá er náttúrulega ekkert annað hægt en að vera stuttorður. Þannig að við vinnum upp tímann sem að hér hefur farið í messuna. Þessna mun ég vera afar snöggur og ekki tína neitt til sem hér hefur komið fram að viti sem er nú allverulegt. Get því sparað margt. Get þó ekki stilt mig að nefna aðeins þessa sérkennilegu framkomu vís við uppsagnir á starfsfólki og því miður er ekki langt síðan að svipað átt sér stað hjá Landsbankanum og það eru þetta umhugsunar efni að velta fyrir sér hvernig er þetta að mæta svona löguðu þannig að árangur verði. Það er eins og það hef ekki komist inn hjá forsvarsmönnum þessara stofnana og fyrirtækja að fjarvinnslu er hægt að vinna víðar en út frá Reykjavík. Það er engin munur á því hvar fólk er statt sem er við þess að vinna. En það er eins og menn séu bundnir af því að þetta fólk þurfi alltaf að sitja helst hlið við hlið sem að vinna við þetta. Og þarna er einhverju hugsunarfeill sem að þarf augljóslega að taka á og reyna að finna leið til þess að leyfa að koma hugsunum fólks aðeins út á víðari hátt. Þannig að ég held að hluta því ef ekki aðtekla á þessu er auðvitað að vera með slík viðbröð sem að Bæjarráð var með í þessum máli. Aðeins samgönguáætlun vegna þess að þetta er auðvitað verulegt högg getum við bara sagt fyrir okkar landsluta og ég held að menn hafa nú almennt verið sem að hafa verið að fylgjast með þessu bara í hálfgerðu sjokki við að sjá eða heyra fyrstu fréttir af væntanlegri samgönguáætlun eins og hún var nú lengi vel þó hún sé nú komið fram núna sem því miður hefur staðfest þann fréttaflutning sem að framfór og Austurland er auðvitað afskaplega lágt skrifað í áætluninni og það er enn verra í ljósi þess að þannig hefur þetta verið því miður í allt og mörg ár, undanfarin ár. Þannig að við höfum legið mjög aftarlega og þannig er ekki verið að spyrna neitt við fótum og þetta var til þess að stjórn Sambands sveitarfélaga á Austurlandi ályktaði málið og óskaði eftir fundi með samgönguráðherra sem að hann verður að eiga þakkir skildar fyrir að hafa brugðist afar vel við þeirri beiðni og stjórnin hitti ráðherran á Akureyri í tengslum við landsþing Sambandsins sveitarfélaga og fór yfir ályktunina sem að augljóslega hafði eitthvað komið við ráðherran. Það var þetta rétt að hún var kannski nokkuð harðorð enda full ástæða til en það auðvitað fyrir ekki breytt áætluninni en hann gaf auðvitað ákveðnar skýringar á hlutunum sem að við gátum nú ekki meðtekið allar en vöktum bara áfram athygli á því að við töldum okkar hlut heldur rýran. Við tókum þetta líka upp þeir sem að mættu fyrir hönd stjórnarinnar með þingmönnum kjördæmisins og það verður að segjast eins og er að því miður þá voru nú
svör og undirtekti þingmann ekki mjög kröftug, nema það að það auðvitað kom í ljós eins og við vissum að þeir höfðu tekið eftir því að hlutur Austurlands væri mjög rýr. Það sem að mér fannst líka áhugjefni var það að nú leggur ráðherrann mikla áherslu á að það eru öryggismálin sem að vega mjög þungt. Öryggismálin vega mjög þungt. Og við höfum hér verið með fullt af vegköflum hjá okkur þar sem við höfum haldið að öryggismálin myndi mitt frekar sitja okkur framar. Nú fyrir utan allar stórframkvæmdirnar sem að við höfum ályktað núna undanfarið sem eru settar bara aftur fyrir. Og þetta allt fyrir aftan fyrstu 5 árin sem eru auðvitað það tímabil sem fjármagnað er. Það kallar líka, viðbröð fyrir að kalla líka og það við þurfum hér fyrir austan að taka umræðu sem við höfum alveg eftir að gera gjaldtöku. Með hvaða hætti við teljum hana réttlætanlega eða hvort við erum hreinlega algjörlega á mótinni eða hvað. Við höfum alveg þessa umræðu eftir. Við getum auðvitað haft hvert og eitt okkar persónulegu skoðanir á því en við þurfum auðvitað að koma því í einhvern farveg og tala okkur niður á einhverja niðurstöðu. Það er líka athyglisvert að rifja upp þegar að rættu verið það að við höfum verið sett aftar í samgönguáætlun vegna þess að það er skort samstöðu hér fyrir austan framkvæmdir. Nú hefur það ekki verið svo undanfarin ár. Þannig að það er augljóst mál að því er ekki að kenna og það er ekki hægt að kenna mönnum það. Heldur þetta annað sem að þarna ræður og það eru bara áherslur í samgönguframkvæmdum sem það ráða yfir landið allt. Og það er núna framundan í þinginu umræður þetta og ég ætla rétt að vona það að það verði einhver bragabót á þar og við munum auðvitað bæði sveitafélögin og samtök sveitafélagi fyrir austan fylgja því eftir og vonandi náum við einhverjum árangri en auðvitað er þetta líka það að það er bara oflitlu fjármagni veitt til samgöngumála. Það eru augljós verkefni út all land aðkallandi og fjárfrek en það er skortur og það sýnist vera að það sé svona það bil 1,2 til 1,5% eftir hvernig reiknað er hluti af verkefni landsframleiðslu sem fer til þessa þáttar en við höfum nú ítrekkað ályktað á vettvangi SSA það að við teljum að það eigi að vera 2% þannig að það sýnist nú enn vera full þörf á að við stefnum í 2% ef við ætlum að ná árangri. En eins og fólk hefur tekið eftir þá er ráðherrann lagt mikið upp úr því að reyna að koma ákveðnum framkvæmdum og það er rétt það komið fram ákveðnum framkvæmdum í gjaldtöku, í einkaframkvæmd eða eitthvað þess háttar en með því þá fórorðið að verkefni sem ekki væru inn í því þá er hann aðalega að tala verkefni á Suðvesturhorninu sem fær í gjaldtökuna þá væri hugsanlegt að koma verkefnum annars staðar á landinu framar í áætluninni. Þannig að það er augljóst mál og það er þetta galli sem að viðurkenndi að þetta fær ekki saman þar að segja hugmyndirnar eða lagafrumvarp það að taka upp gjaldtökuna eða hvernig því er fyrir komið með samgönguáætluninni því augljóslega hljóta þau plögg að vinna saman og vera metin saman þegar að upp eru staðið. Aðeins varðandi háskólamálin hér fyrir austan og það er væntanlega en að því að þetta mál hér heitir Háskólasetur Austfjarða þá er nú allar líkur á því að fljótlega getum við tekið upp annað heiti vegna þess að í stýrihópnum sem að þessu vinnur þá hefur náðst, ég myndi segja eiginlega miklu betri árangur heldur en ég bjóst við vegna þess að við erum komin á þann staðu núna að mjög fljótlega verður ábyggilegt að gera opinbert hvað framundan er. Það er verið að vinna í stjórnkerfinu á ákveðnir hugmynd. Háskólinn á Akureyri er að vinna mjög þétt með okkur og þar innan dyra er búið að taka ákveðin sem skiptir verulegu máli fyrir okkur en vegna þess að málið er ekki komið lengra í stjórnkerfinu sem að þetta er það sem að þarf að vera gífurlega vel unnið því að það auðvitað ræðist þar. Við erum að tala það að við ætlum að vinna tilbaka í raun og veru myndi ég segja að það fjármagn sem að ríkisvaldi skuldar þessum fjórðungi í háskólamenntun vegna þess að við höfum setið aftur þar þannig að við þurfum að vinna það tilbaka og ég held að við séum í stýrihópnum búin að koma að leið sem að er vænleg til þess að við náum fjármagni frá ríkisvaldinu inn í verkefni sem skila sér á raunhæfan hátt hér eystra en því miður eins og ég sagði áðan þá er málið ekki komið alveg nógu langt til þess að ég geti fjallað það á opinberum vettvangi í smáatriðum en ég get
fullvissa fólk það að það verulegur ávinningur og við munum fljótlega, væntanlega fara betur yfir málið með ráðherra. Það nú þegar búið að taka fyrstu umræðu við ráðherra, þannig að málið myndi ég geta orðað það líklega þannig að segja að það sé á full swing í kerfinu. Ég ætla nú ekki að fara meira eldur en forseti gerði hér ágætlega yfir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjaráði, en það augljóst mál að það eru mjög sérkennilegar sveiflur hjá okkur í fastegna matsgrunninum. Það ef við skoðum svolítið aftur í tíman, þá sjáum við að þetta mikið upp og niður, og þessi prósent sem að tala núna auðvitað breytingi frá síðast ári, en við getum auðvitað tekið lengra tímabil líka inn og þá yrði prósenttalan allt önnur. Því miður hefur stundum verið að lækka hjá okkur þó að það hef ekki verið eins mikið hins seinni ár eins og var kannski áður. En þetta auðvitað eðlilegt að sé skoðað nákvæmlega, og við hefum líka veltaði fyrir okkur þegar að kemur svona mikil hækkun, hvernig við getum mætt þeim hópum í samfélaginu sem að það bitnar harðast á. Ég hef ekki miklar áhyggjur af þeim sem að búa endilega í stærstu húsunum með mestu tekjurnar, en það auðvitað fullt af fólki sem við þurfum að horfa til, og það fólk eigum við auðvitað sérstaklega að verja og leita leiða til þess. En eins og ég sagði upphafi, þá lofaði ég því að vera stuttur og mun standa við það. Takk fyrir Már, Jens Garðar hefur uppmórið, Gersur Jens. Forseti, ég held að maður ætti að hafa það fyrir fasta reglu að halda meirihlutann við efnið, að koma með eina bókun hérna öðru hvoru, því að hún vekur menn til umhugsunar hvert skuli stefna og á hvað skuli leggja áherslur. Ég held að það sé óhætt að fullyrða það að það séu óvissu tímar framundan í íslensku efnahagslífi. Og af hverju segi ég það? Jú, við erum núna í fjárhagsáætlun að gerð. Við erum að vinna fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Og akkurat í því umhverfi þar sem að mjög erfitt ástand á flugmarkaði, það nú þegar 1 flugfélag farið á hausinn. 2 flugfélag eru núna í að endurfjármagna sig, sækja meira fjármagn og það hefur, þeir sem að lesa dagblöðin eða fylgjast með fréttum sjá það að það bara mjög erfitt í flugrekstri. Og flugreksturinn ekki bara einhver fyrirtæki út í bæ, þetta eru fyrirtæki sem geta, ef að annað af stóru flugfélagunum til dæmis myndi fara í greiðslustöðun, að þá hefur það gríðarlega mikil efnahagsleg áhrif á Ísland strax og getur haft miklar afleiðingar fyrir íslenskt efnahagslíf sem að eru ófyrirséðar hvernig verður. Fyrir utan þá óvissu sem á vinnumarkaði, hvernig semst, erum við að fara hérna í verkvöld, mun verðbólgan fara að láta á sig kræla, mun atvinnuleysi aukast, það eru margir óvissu þættir á sjóndeildarhringnum, en samt sem áður verðum við að vera bjartsýn og vonast til þess að við náum að sigla framhjá þeirri lægð sem í kortónum, og þetta muni nú lenda allt á einhverjum svona með skikkalegri hætti og skikkalegri, hvað ég að segja, við skulum vona það að við náum að sigla þjóðarskútinni framhjá þessu, að aðilar vinnumarkaðsins muni ná samningum áður en að í hart fer, og að til dæmis flugfélögin og önnur fyrirtæki sem að eiga erfitt núna ná komist út úr þeim öldudal sem eru í. Akkurat á þessum tímapunkti líka þegar við erum í fjárhagsáætlun, þá erum við líka að hugsa til þess að hvernig við ætlum þá að hafa fjárhagsáætlunina. Hér hefur núverandi meirihluti boðað útgjöld, aukin útgjöld, og margum talar skólamáltíðir, þar sem að meðal annars ágætur vinur minn Einar Már ætlar að borga og niður matinn fyrir fólki sem býr í stærstu húsunum með mestu tekjurnar. Og það bara pólitísk ákvörðun og pólitísk áhersla meirihlutans, og við þurfum ekki að ræða það meira hér. En ég ætla samt sem áður, akkurat hér í dag, en ég ætla samt sem áður að benda á það að meirihlutin virðist ætla einhvern veginn að fara hér á milli húsa og handpikka út einhverja hópa sem þeir telja að eigi að fá einhvers konar fyrirgreiðslu eða annað. Ég segi frekar, við skulum leyfa öllum húseigendum í Fjarðabyggð að njóta þess að lækka fasteignagjöldin og reyna að koma móts við þá fasteignamatshækkun sem
og láta fasteignagjöldin og tekjurnar standa í stað. En þetta náttúrulega í rauninni, og eins og bara hefur oft komið fram áður, þetta í rauninni bara líka þessar pólitísku áherslu sem í gangi. Að auka útgjöld og nýta gjaldastofnana í botn eða að reyna að halda útgjöldum í hófi, og ég vil líka minna á það að ef að verðbólgan fer að láta á sig kræla núna, að við erum að borga tæpan miljard í vexti og afborganir á hverju ári. Það hvarf ekkert núna kosningarnar, því miður. Og ef verðbólgan fer á stað, að þá munu afborganir okkar sem eru tæpur hálfur milljarður á ári, munu jafnvel bara rétt duga til þess að halda skuldunum þar sem þeir eru. Þannig að ég vil bara biðla til okkar hér að ganga hægt gleðina dyr þegar kemur að því að auka útgjöld. Og við skulum reyna sem mest og eftir bestu getu að seilast ekki dýpra í vasa fólks heldur við þurfum. Og við skulum þá frekar spara okkur við okkur í útgjöldunum og fara varlega inn í komandi vetur sem að getur verið orðið stormasamur. En enn og aftur þá eru þetta pólitískar áherslur og þetta þessi pólitíski munur sem á milli meirihlutans og sjálfstæðisflokksins í sem í bæjarstjórn, þrátt fyrir að miðflokkurinn sé fjarverandi, að þá kom fulltrú hans hér upp og sagði að 90 milljónir væri smápenningar, þannig að afstaða miðflokksins virðist vera nokkuð skýr þegar kemur á útgjöldum. En í mínum hugað held ég að við ættum að ganga varlega og hægt gleðina dyr, og við skulum bara treysta því að þeir sem eru með stærstu húsin og mestu tekjurnar geti þá borgað matinn fyrir börnin sín. En það líka fullt af fólki hér út allt sem að kannski heyra ekki undir einhverjar ákveðnar fyrirfram gefnar skilgreiningar meirihlutans á því hverjir eiga að fá lækkun á einhverjum gjöldum, að það líka fullt af fólki sem að þyrfti mjög mikið á því að halda að fasteignagjöldin væri ekki að hækka sem næmi fasteignamatinu. Ég held að við ættum að hafa það í huga að áður en að meirihlutin fyrir að handpikka þessa hópa út hér í sveitafélaginu. Þakka fyrir Jens, orðið laust. Ég fá ekki kveða með hljóð svo aðeins og svara örlítið þessari fyrirfram skrifuðu ræðu sem virðist nú stundum poppa upp þegar að fara að tala um vinstri og hægri pólitík og hverjir séu bóði útgjöld og hverjir bóði aðhald. Ég hef nú allur gangur verið á því í gegnum tíðina og hefur nú Sjálfstæðisflokkurinn ekki verið undanskilinn í þeim örugglega víður land heldur en annars staðar. Menn geta haft á því ýmsar skoðanir og það rétt hjá Jens að við getum haft því ýmsar skoðanir hvernig við nálgumst jöfnuð, en allavega minnist í þess í gegnum tíðina að það hafi verið svona yfirlýst markmið held ég flestra á Íslandi samt að tryggja jöfnuð, og þann tryggjum við með því að ég tel, og ég hef haldið að það sé svona megin stef flesta stjórnmálaflokka, að taka þá hópa og þá sem harðast kemur inn á og jafna aðstöðu þeirra gagnvart þeim sem efnameiri eru. Svona einhvern veginn þetta þannig skilgreint, en leið að reyna þá að stilla af í hóf hækkunum. Það nú þannig, kæri vinur, að það hefur ekki verið boðanirnas, ef ekki að klára fjárhagsáætlunina áður en við förum að tala um útgjaldaaukning í stórum stíl. Við erum meðvituð það að við þurfum að nálgast þennan vetur og það kjaraumhverfi eða það efnahagsumhverfi sem Íslandi mikilli varúð, og þá mitt þurfum við að horfa bæði á tekjur og gjöld í þeim efnum, hvernig menn nálgast það. Menn þurfum þá að nálgast það líka út af því að geti mitt koma móts við þá sem þurfa á því að halda að njóta jöfnuðar á Íslandi. Ég hugsa að það veri líka inntak í kjaraviðræðum, og þannig eins og kom fram í máli hér áðan, þegar við höfum farið í gegnum þetta og lagt það niður hvernig þetta hvað bestur sveitarfélagið, þá getum við meðal annars beitt þeim aðferðum að við getum þá koma móts við þá sem þetta þings kemur niður á. Það verður þá, held ég, nærmaður betri sín á það heldur en að kannski það sem þetta leggst þings niður. En þegar þetta sé góð og gegn umræða sem við þurfum og eigum mögulegst að taka áfram inn í þessari fjárhagsáætlun gerð, ég held að sé ekkert að því. Ég lít svo á við munum
farið málur frá öllum hliðum og finna sem farsælasta lausta og vonandi bara í fullri sátt eins og verið hefur í gegnum tíðina síðustu ár í bæjarstjórn. Því að svo sannarlega það er ástæða til að koma upp og þegar bókan eru lagðar fram, það er engin sérstök, það er bara eðlilegt að menn svari þeim og fylgi þeim eftir. Ég gerir ráð fyrir til þessi bókarnar lagðar fram, en ekki þetta sé einhver refsivöndur á hvorki meiri eða minnihluta. Þannig allavega til bókana stofnað þegar þið haldið. En ekki fleiri það á þessu stígi málsins. Vilja fleiri kveðs ljós undir Fundargerðar Bæjarráðs. Magni Þór Harðarson, gerðu svo vel. Forseti bæjarstjóri og aðra fundargestir. Mér langaði bara að nefna þessa bókun sem að ég er ekki með og er rauninni bara mjög góð að það sem að fyrir meirihlutanum vakir er náttúrulega að auka þjónustustigið í bænum og ef að þú labbaðir með íbúa og talar við þá held ég að veri erfitt fyrir þig að sannfæra það að þjónustan seinustu 8 ár hafi verið til fyrirmyndar að öllu leyti. Þannig að það sem fyrir okkur vakir er að auka þjónustuna. Og við vitum líka að seinustu 8 ár hafa verið litlar viðhaldsframkvæmdir, eins litlar og höfum komist upp með, þannig við vitum að það eru uppsafnaðar viðhalds þarfir. Og það er bara ákveðin ábyrgðarhluti í fjármálastjórnun að nýta þá skattstofna sem við höfum til þess að geta veitt á þjónustu sem við eigum að inna hendi og við þurfum að viðhalda eignunum okkar. Og það er bara eitthvað sem við verum að hafa svolítið í huga þegar við verum að tala þetta að lækka álögur á íbúa, hljómar óbúslega vel, þannig svo fólk fóði meira í vasan, en okkar hlutverk er að hafa þjónustun í lagi, hafa bæinn okkar í lagi, þannig hér sé eins og stendur hérna skiltinu á góðum stað að búa. Það er það sem vakir fyrir okkur. Ekki einhver óhófleg skattpíning og ílska. Takk. Gæði fyrir Magni fleiri kveðs hljóðs undir Fundargerðar Bæjarráðs. Einar Már Sigurðsson. Það er engu verið beint. Forseti, góði bæjarfulltrúar, bara örstutt varðandi málflutning Jens Garðars, því að það voru alls konar frasar sem hér fuku sem eru nú allir kunnugir og margnotæðir og frægir og sérstaklega þessi þjóðsaga það að Sjálfstæðisflokkurinn sé þessi hreini tæri flokkur sem aldrei eykur útgjöld, það séu alltaf hinnir vondu félagshyggjuflokkarnir sem eru bara í því, svo komið Sjálfstæðisflokkurinn og bjargi öllu þegar hann kemst að. Þetta er náttúrulega margsannað, það er ekkert nema þjóðsaga og er víðs fjarri öllum raunveruleika, því að sjaldan hafa nú útgjalda aukning orðið eins mikil eins og þegar þeir hafa komist í kjötkallana. Það er líka athyglisvert og ágætt í raun og veru þegar Jens Garðar kemur með það nú þurfum menn að skoða þetta sérstaklega og ég vona að það hefur nú verið gert í gegnum tíðina, þannig að ef maður rennir yfir bara þróunar sem hefur verið hjá okkur undanfarin ár og ég var að tala áðan að verið mikil sveifla, þá sýnist mér svona fljótt á litið að stundum hafi jafnvel hlutfallsleg sveifla verið meiri þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var hér í meirihluta og ekki kannast ég við bókanir eða sérstakar umræður á bæjarstjórnarfundum það að nú þyrftum við sérstaklega að staldra við og fara að skoða hvernig fólkið í stóru húsunum með háu launin þurfa nú allt í einu að borga miklu meira en áður. Takk fyrir Einar. Orðið laust undir Fundargerðar Bæjarráðs. Dýrun Pála Skaftóttur beðið orðið. Gerðu svo vel Dýrun. Ég minni á að þegar menn hafa talað tvisvarsinnum þá hafa menn lokið ræðutíma sinni sem beint til að sérstakar spurningum eða menn þurfa að bera sér sakir og þá skal umræða efni vera einskorðað við það. Gerðu svo vel Dýrun. Takk fyrir. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Síðustu ræðumenn, mér finnst nú svona þeirra ræðir hafa snúið svolítið bókun Jens Garðars og langar mig því að spyrja hann hvort að hann geti svarað því sem hefur komið hér á undan. Takk fyrir Dýrun Jens Garðar. Þér er hér með veitt heimild til að fara upp í 3. sinn og svara þeirri spurningum sem týnir í beint. Þú fær ekki út fyrir efnið, ég treysti því. Gerðu svo vel. Ég vil minna þá félaga á það
að árið 2010 þegar Sjálfstæðisflokkurinn tók hér við meirihlutanum að þá var skuldaviðmið sveitarfélagsins 275% og við vorum nánast við það að vera gjaldþrota sveitafélag. Núna áramótin þá vinnum við ef ég held ég fara rétt með að skuldaviðmið hafi verið 114%. Það var mikið aðhaldsgætt og það var gríðarlega erfitt verkefni að ná tökum á skuldum sveitafélagsins. Við urðum að fresta ár eftir ár til dæmis byggingu leikskólans á Norðfirði af því það voru hreinlega ekki til peningar fyrir leikskólan á Norðfirði. En sem betur fyrr voru síðan til peningar, það var búið safnaði sjóð og það tók á en það var farið í til dæmis byggingu leikskólans á Norðfirði. Og fleiri verkefni. Ég get alveg tekið undir það með Magna að viðhald hefur ekki verið eins og við hefðum viljað hafa það. Og viðhald hefur ekki verið með þeim hætti eins og við hefðum viljað hafa það síðastliðin 8 ár. En það kemur til dæmis út af því að það hafa bara ekki verið til peningar til umráða. Af því að skuldir sveitafélagsins eru svo miklar. Nú tala menn það að ætla að auka þjónustuna og Magni vinur minn fór að tala um viðhald. Hingað til hefur við kannski ekki verið til mikið að tala um viðhald. Það hefur verið að tala um útgjöld á öðrum þáttum eins og umræddar skólamáltíðir. Og þegar kemur á fasteignagjöldunum þá, sem er alveg rétt, að hækkun á fasteignagjöldum mun koma illa við eldri borgar sem búi í stóru húsum. Munu ábyggilega koma mjög illa við líka öryrkja og barnafólk. En þeim mun líka koma illa við fólk sem er 50 og komin börn, verkafólk sem að tikkar ekki neitt af þessum boxum en býr í stórum húsum. Munu bara koma illa við flesta húseigendur í Fjarðabyggð. Þannig að ég held að hvernig meirihlutinn ætlar að fara að handpikka einhverju ákveðn út, að þá verður bara fullt af fólki eftir sem mun líka eiga erfitt með að tækla þessar miklu hækkanir meirihlutans ef að afverður. Og við erum ekki að tala um það að þeir að fara að lækka gjöldin. Við erum að tala um það að bara segja, herðu, nú verðum við að segja stopp í þessum hækkunarfasa, göngum, og þetta er bara, og þegar að vera að tala um pólitíkina, þetta er frekar það, hækkum ekki útgjöldin, förum ekki útgjaldaraukningar, og það er svo auðvelt að fara í útgjaldaraukningar. Það er náttúrulega það auðveldast í heimi er að eyða annarra manna fé. En vandamáli við það þegar þú eyðir annar manna fé og endanum verður uppiskroppa með það. Og hvað ætlar þá að gera? Ætlar þá að hækka álögurnar ennþá frekar? Og ég segi, hækkum ekki fasteignagjöldin eftir fasteignamatinu, við skulum þá í síður fara í útgjaldaaukningu og reyna að bara stunda skynsamlega fjármálastjórn á þessu sveitafélagi og ganga hægt gleðina til. Það er gríðarlega mikilvægt og ég held að það sem ég sagði áðan er að það er fullt af fólki sem tikkar ekki þessi bóks sem meirihlutinn hefur minnst á og ég veit að kemur illa við. Við getum til dæmis farið í það að auka afslættina og ég myndi styðja það ef við myndum auka afslættina á eldri borgarana, tekjutenginguna, þannig að það eru fleiri eldri borgarar sem falli undir þá afslætti, en það að ætla að handpikka út einhverja ákveðna aðila og það verður fullt af fólki hér og þetta bara snertir alla húseigendur í Fjarðabyggð, verður erfitt fyrir lang flesta, þó þeir fylli ekki inn í væntingar eða teki í bóksinn hjá meirihlutanum varðandi þessi mál. Þannig að ég ætla bara að bera af mér þær sakir hér að ég sé að búin að vera einhvað tvísaga í þessu máli og þetta hefur ekkert með viðhald að gera, kæri Magni, þetta hefur að gera með boðuð aukin útgjöld meirihlutans og það snýst ekki um það að auka þjónustuna, það snýst um það að auka útgjöld og þar á að, eins og Einar Már sagði, þar á líka að borga niður fyrir þá sem búi í stærstu húsunum með mestu tekjurnar. Takk fyrir Jens, þú ert búin að svara þessu, heyrðist mér alveg alla leið. Ef við erum fleiri hvers hljóðsund í fundagerinu Bæjarráðs, Eydís Ásbjörnsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, það er búin að vera áhugaverðar umræður. Mér langar bara að koma einu svona enn á að hér hefur verið fleygt fram að meirihlutinn vilji ekki lækka fastegngjöld hjá öllum, bara sumum, en samt greiða mat fyrir börnina þeirra í skólanum. En með því að við sem að greiða niður skólamáltíðir barna, þá erum við að tryggja jafnræði og koma í veg fyrir mismunun barna óháð stöðu eða athafna foreldra þeirra.
hafðu það í huga, Jens Garðars. Þakka fyrir Eydís, fleiri hvers ljóðs undir fundagerðum bæjarráðs. Svo verðist ekki vera, þá ber ég þær upp til samþyktar að undanskildu lið 1 náttúrulega 580 sem hefur verið afgreiddur. Þeir sem þær samþykkja með skeiðmerki, þær eru samþykkja með 8 atkvæðum. Þá erum við konið í fundagerðir eignarskipulags- og umhverfisnefndar sem eru 2. Þessu sinni vegna sem við tókum fundagerð númer 215 inn með afbrigðum. Nei, það er einhver vitleysi í uppsetningunni á þessu fræðslendur eftir eignarskipulags- og umhverfisnefnd. Þannig að við erum með fundagerð 214 og 215 hér til umfjöllun og afgreiðslu núna. Úr 215 eru 3 liðum eins og ég kynnti að vísa inn í liðin almenn mál sem er hér til afgreiðslu. Það er liður 3 úr henni byggingarleyfi, 7 fannandalega deiliskipulag, 9 deiliskipulag, skipulags- og matslýsing á urðabotnum og 13 reglur beitarlönd. Þessi liðir fara úr 215 undir liðin almenn mál. Af því að þeir þurfa allir sérstaka afgreiðslu bæjarstjórnar. Þannig að þeir eru til umræðu þá þar á eftir. Ég mun víkja undir liðnum deiliskipulag Fannadal vegna sem ég er einn af þeim sem á aðild að því skipulagi. Ef ég get ekki þátt í umræðu atkvæðagreiðslu þá á neinum stigum málsins og mun gera það hér á eftir með afgreiðslu þess því að það er sérstakur liður og er ekki hér undir þessari fundagerð. 215, við tókum hann inn með afbrigðum. Hún var tekin inn með afbrigðum, það síðasta fundagerð. Hún þið finnið hann í hérna gáttinni? Þannig að nú er orðið laust þessar 2 fundagerðir eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Vill einhver þessi hljóðs? Einar Már, gjörðu svo vel. Forseti góðir bæjarfulltrúar, varðandi fundagerð þessu 214, þá er svo sem held ég ekki mikið þar sem við þurfum að fjalla. Þetta liggur nú og búið að fjalla þá 2 liði sem ég hefði nú vilja nefna sem er forðafræði líkan Norðfjarðargöng. Það er hárrétt eins og fram hefur komið og það er fyrst og fremst ánægjulegt auðvitað að sjá niðurstöðuna, en síðan er það auðvitað mikilvægt að eiga þetta plagg og fylgjast áfram með, þannig að við sjáum á hvaða grunni við erum. Ýmsir hafa bent á að það geti komið fram síðar breytingar, þannig að það er mikilvægt að fylgjast með og hafa þetta gagn þá ef áþarf að halda að sækja eitthvað til þeirra sem að framkvæmdu eða sem sagt til vegagerðarinnar. Ég get alveg tekið undir með Jens Garðar vand útsýnispallin við Norðfjarðarvita. Það er afar ánægilegt ef að þetta er það veruleika og við fórum yfir þetta í ESU sérstaklega út frá því skipulagi sem að þarna ríkir og við erum raunverulega nýbúin að samþykja og þetta fellur ágætlega því að það var raunverulega gert ráð fyrir því að þarna gæti einhvað slíkt átt sér stað. Varðandi síðan fundagerð 215 þá er þar 3 liðir eins og kom fram hjá forseta sem við tökum og ræðum þá frekar undir liðnum almenn mál. Það er þó eitt alveg sérstaklega sem eða kannski 2 sem að ég vildi ræða í þeirri fundagerð. Það er annars vegar liður sem er kallað náttúrusvæði Fjarðabyggð. Við vorum boðuð á fund, það er að segja ég ásamt bæjarstjóra formanni bæjarráðs og umhverfisstjóra sem við tókum með okkur á fundin með umhverfisráðherra. Þar sem að kom fram mikill áhugi ráðherra á friðlýsingu og öðru slíku. Þannig að við höfum síðan haldið hans áfram með þetta í nefndinni og á þessum fundi þá ákvaðum við að fela umhverfisstjóra að koma á kynningafundi með friðlýsingateymi umhverfisstofnunar ásamt fulltrúum frá ráðuneytinu. Þannig að við getum farið yfir og hér er auðvitað fyrst og fremst verið að ræða Gerpissvæði sem er náttúrulega það staðsta hér hjá okkur sem að þarna kemur til greina og eins og við höfum margrætt þá höfum við nú ákveðið hér öll í kór að berjast eins og við getum gegn því að nokkurt fiskeldi fari inn á Hellisfjörð eða Viðfjörð og það er augljóst mál að í því samhengi er þetta mikilvæg vinna pluss það sem var gleðilegt líka að það kom fram hjá ráðuneytinu að þeir voru alveg til í að skoða það að þetta fyrstu skrefin eru til dæmis þannig að það eru þær jarðir sem var í eigu ríkis og sveitafélag sem gætu verið fyrsta skrefið í þessa átt. En næsta skref er sem svona kynningafundur þar sem við færum yfir þetta og það er líka
ánægjulegt að núna er þetta sem sagt áhersluatriði hjá ráðuneytinu og töluvert af peningum í ferlið og það er búið að keyra þetta á nokkurnu stöðum eins og við þekkjum á landinu og hefur skilað býsna góðum árangri og menn geta skoða kannski að nýjast á Snæfellsnesi þar sem að verulegar breytingar hafa átt sér stað. Síðan er þetta rétt að nefna örlítið það sem er hér síðast í dagskrárliðurinn sem er svo kallar meint ólöglegt athæfi á Stöðvarfirði. Við fengum töluvert bréf frá Umhverfisstofnun og það er eðlilegt að menn þakki í raun og veru og ég heyri það að einn bæjarfulltrúi hefur ekki lesið allt, kannski gefist upp einhvers staðar á leiðinni, eðlilega, því að mikið er torfið og flækjur miklar og ég verð að segja að niðurstöðunni hefði verið hægt að gera langa bókun þar sem athugasemdir hefði mátt gera við ýmislegt en eftir umræðu nefndinni þá var þetta nú niðurstöðan að þakka niðurstöðuna vegna þess að niðurstöðan er svo að það verður ekkit frekar aðhafst í málinu. Það er auðvitað aðalatrið, hins vegar er eðlilegt að við tökum fyrir á þessum vettvangi ýmislegt sem að sagt er áður í þessu bréfi þeirra og getum nú tekið undir að það er mjög margt sérkennilegt og jafnvel fullvirðingar sem að ég er ekki vissum að myndu allar standast en aðalatrið er þetta að þrátt fyrir að ýmislegt sé tínt til í aðdraganda niðurstöðunar þá liggum manni við að segja að niðurstöðan sé svolítið á skjön við það sem þar segir á undan. En niðurstöðan er auðvitað aðalatrið, það verður ekkit frekar aðhafst í þessu máli og það er auðvitað mestumvert. Síðan getum við velt því fyrir okkur hvort að stofnun hafi þarna verið að gera úlvalda úr mýflugu. Ég held að það sé nú margt sem bendir til þess. Takk fyrir Einar. Það ítreka en svo kom fram að liðun deiliskipla Fannadal sem er afgreiddur af eignarskipum umhverfis þarna fer sem liður sem almennt mál hér eftir. Ég vík þar sem einn af eigundum þess deiliskipa, einn af þeim sem greiddi fyrir það deiliskipla og létu vinna það að beiðni bæjarins í tengslum við lóð sem ég á þar frá. Þannig að það verður sér þannig að ég mun víkja þegar því kemur. Ég ætla ekki að koma hérna og margt í fundargerð eignarskipum umhverfis nema í fundargerð 215 og einmitt að taka undir og kannski aðeins áfram frá því sem formaður nefndarna fór hérna áðan sem er þessi síðasti liður sem er meint ólöglegt verklega athæfi í Stöðvarfirði og svona aðeins kannski að fá að því að ég skal viðurkenna það að þetta bréf, þetta mál allt saman og hvernig því hefur verið haldið Umhverfisstofnun hefur ekki þótt vera fyrstulega hefur fundist málið ekki gefa þessu það vægi sem þarna er og þaðan að síður kann ég við margt sem er framsett í bréfi Umhverfisstofnunar á þann hátt að ég kann því ekki kannski öllu því orðalagi og umvöndunum sem þessi stofnun ríkisins beinir til stjórnvald sem sveitarfélag er stjórnvald sem fer með skipulagsvald og er annað stjórnsýslustig á Íslandi og það er svona, ég held að það veri ágætt að þar hefðu menn það í huga allavega svona í samskiptum hvaða skoðun svo sem menn hafa á því hvernig verklag er haft uppi sem ég tel náttúrulega að hafa verið vegi hér mjög að Fjarðabyggð vegi hér að starfsmönnum og vegi hér að stjórnsýslunni og það er gert til þess einfaldlega til að koma því í fjölmiðla og þetta minnir mér svona helst á ef maður vil taka svona samlíkingu í kalda stríðinu þá var andað aldrei sérlega góðum árabil á milli Kína og Sovétríkjanna þó báðir aðhylltust sömu hugmyndafræðina en þeir vildi aldrei skamma hvorn annan beint þannig þeir skömmu alltaf Albaníu var fátækasta samfélagi í Evrópu og það er svo stórið einna vest undan kommunista stjórninni en það var reglulega tekið upp þegar þetta senda hinnum einhverjar svona ávirðingar þá tókuður Albaníu fyrir og lásu henni pistilinn þannig að mér finnst það á stundum að þetta sé verið að nota sömu taktík nei, við erum ekki Albaníu eins ef þú hefur ágjörð því en mér finnst að benda á það taktík að þegar menn kannski eru að meina stærri mál sem þeir hefði átt að hjóla í þá að fullum þunga þá sé tekið mál eins og þetta sem ég get bara því miður bara eins og ég svaraði fjölmiðlamanni sumar mér finnst þetta bara ís og þís út af engu Fjarðabyggð tók og eignarskipum sem fjallaði þetta mál þetta er ekki leyfisskylt
menn geta haft einhverja athugasemdir það var munnlega komið því og framfæri með leiðbeiningarskyldu. Síðan, þetta lá fyrir leyfi landeiganda, það var nú ekki eins og menn hefði farið þarna í að taka land og breyta því í stórfelldum sviga, en ég fagna því að þeir hafi séð ástæð til þess að það færi nú, þau væri ekki við hæfi kannski að beitinga, eins og sagt hins vegar ekki hlítið fram hjá því að með beitingu refsiviðurlagi máli þessu kann að vera höggvið það sem sískildi ljósa þess að álitran unnans listamanns og unnan því trú öll tilskilleifa hálfins opinberlega fyrir. Ég voðalega fegin að hann skulle ekki hafa verið dæmdur til langra fangelsvistar, þess ágæti listamaður, fyrir það að klappa þessar myndir í berggangin á Stöðvarfirði. Þannig ég hefði þótt að við hæfi, það sem að ræða samskipti milli ríkisstofnunar og stjórnvalds, sveitarfélag Fjarðabyggðar að það hefði verið tónað niður orðalag á ýmsum stöðum í þessu bréfi og þarna síður fannst mér frétt, engi orða það, kannski titill fréttar vísis.is í gær að Umhverfisstofnun skammaði Fjarðabyggð, fannst það nú svona líka kannski sérstök, síðan í morgun fannst það nú sérstakt og sérstaklega það sem kom fram að ekki hefði náðst í bæjarstjóra Fjarðabyggðar sem kannast nú bara hvorki við að fyrir sér líkin einn skilaboð eða ósvöru símtöl frá þeim ágæta miðli að þá hefði kannski aðeins kannski átt að vinna þetta mál öðru. Þannig ég vísa því að mínum mati vísa því algjörlega á bug að sveitarfélagi hafi stundað lélega stjórnsýslu og ég vona það að hennar ágætu eftirlitsstofnanir ríkisvaldsins sýni af sér svona ákveðna hóf sem þeir ræða við sveitarfélögin líkt og bara ríkisvaldið að minnist þess að við erum stjórnvald, við störfum eftir lögum og reglum og ég tel það að við þekkjum það umhverfi ágætlega og það getur verið ágreiningur uppi en þá allavega nálgast það á aðeins annan hátt með þessum hætti. Það er mín skoðun allavega. Þannig að fleiri ætli ekki að segja fundargerð eignar skipulegs umhverfisnefndar, vilja fleiri hvað þessi ljós? Jens Skara Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, þetta var áhugaverð samlíking hjá forseta og þó það sé nú komið minnsti meirihluti í Fjarðabyggð þá held ég sé nú samt kannski einum og langt gengið að fara að líkja okkur saman við Albaníu en það vakti mig nú samt upp til umhugsunar að því að hann talaði nú í gátum og ég geri þá ráð fyrir því að Umhverfisstofnun sé þá Sovétríkin og við erum Albanía. Ég hef þá viljað hver þá það sem þeir eru að taka út reiði sína á einhverjum þá óskilgreindum aðila sem á þá í samkvæmt samlíkunni er þá Kína. Það væri kannski ágætt ef að forseti þá geti komið upp og útskýrt fyrir okkur fylli segi söguna alveg hvaða þá undirliggjandi pirringur er hjá Umhverfisstofnun ef það er ekki við okkur Albanina. Ég þakka Jens fyrir þessu. Ég hefði líka kosið að Jens Skara hefði lesið erindið og kannski þó að hann telji nú þörf á því og sem ég alveg sammála það að hlusta það á mig og kannski setja sig inn í það alvarleika þess máls að hann er forsvari fyrir stjórnsýslu Fjarðabyggðar sem er borinn þungum sökum. Og meiri segja á tíð sem hann var í meirihluta einnig, en það á ekki skipta neina máli. Þetta skiptir ekki máli pólitíkis, þetta skiptir á að hér er borið á okkur sem stjórnvald og starfsmenn þessar sveitarfélags að við höfum ekki staðið okkur í stikkinu og það þurfa umvanda fyrir okkur. Það hefur fyrir ekki að tala þú að tala Jens. Ég benti á þessa samlingu eins og ég sagði þér hérna úr stólnum áðan að þetta var notað þessi taktíka þegar menn þurfa kannski, ég er vissum að það er önnur og stærri mál sem Umhverfisstofnun þarf að taka á sem við mættu beita sömu þunga í. Við áttum í samskiptum Umhverfisstofnun langan tíð Helgustaðanámuna og varðveita það náttúruvætti sem var fyrir miklum ágangi. Það fannst mér taka lengri tíma heldur en þetta mál sem eitt dæmi. En ég er að benda á stundum taka með minniháttamálin af því að það er gott að hjóli þau og það er gott að taka þau upp á þennan level og segja við erum nú aldrei að gæta náttúrunar. Ég hefði viljað sjá þann farveg og þann hraða þegar við stóðum hér í margra mánaða samskiptum Umhverfisstofnun Helgustaðanáma og nauðsyn þess að það verið landvörsla. Því það var sannlega friðlýst náttúruvætti sem hafði miklum ágangi ferðamanna og lét mikið á sjá. Þannig að það væri þér nær Jens að taka það upp með þeim hætti en að sjálfsögðu mátt alveg fara við það. Ég
ég ætla ekki að fara neitt út í, ég benti bara á þetta að svona vill verða á Íslandi í stjórnsýslunni að menn taka minniháttamálin, blása þau upp með miklum og hætti en fara ekki í kannski það sem þyrfti ástundum að halda. Það mætti vera sami kraftur í því á öllum vígstöðum. Og ég kann því illa, verandi sveitarstjórnarmaður, og það stjórnsýslustig njóti ekki þess stundum að mér finnst innan kerfisríkisins, þá ætti mann að hugsa eins og það er stjórnvald. Og við erum kjörin til þess að gegna því stjórnvaldi. Og það mætti alveg hugsa til þess og horfa til þess að bera fyrir því allavega tilhlýðanlega virðingu í samskiptum. Ríkisstofnanir eru ekki barnfóstrur fyrir sveitarfélögin. Þau hafa ákveðið eftirlitshlutverk og það er ákveðina rög og reglur um það hvernig skuli samskipta okkur fara á milli. Og mér finnst þessi samskipti ekki vera í þeim anda að það eigi að vera á milli okkar eða fjarðabyggð eitthvað annars sveitarfélag. Það er nú bara málið. En ég skal reyna að vera með einfaldari samlíkingar, ekki taka vinstri, ekki taka gömul kommunistaríki fyrir, þó að þau séu nú það sem er margt að þeim læra og margt að þeim kafla söguna læra, hvernig á ekki að gera hluti, þannig að ég skal ekki gera það næst, ef það trufla þig, að þinn frjálslynda huga. Vilja fleiri kveða síðan? Ég enskar að gera svo. Forseti, ég ætlaði nú ekki að særa svona djúpum sárum forseta voran að hann kæmi hér upp og nánast bristi í grát yfir léttum athugasendum mínum, en ég get alveg tekið undir með honum að þetta er mjög alvarlegt og ég hefði nú kannski viljað sjá þá forsetan að því að honum er brugðið og okkur yfir þessum umvandningum að ég hefði nú viljað sjá bæjarstjórnin að senda eitthvað frá sér, það sem hún svara fyrir sig. Það er mér til efs að nokkur starfsmaður umhverfisstofnunar sé að horfa á þennan fund, hvorki núna í beinni á netinu eftir það. Þannig að ég ætla nú að skora þá á bæjarstjórn að senda einhverja ályktun eða einhverja bókun frá sér þar sem að við mótmælum þessum umvandingum umhverfisstofnunar. En það er hins vegar annað mál að þetta kemur ekkert á óvart. Svona er eftirlitsinnaðurinn orðin í öllu okkar mannlega lífi. Hann vex og vex og vex, álögur á atvinnulíf aukast af ýmiss konar eftirlitsinnaði og stofnunum sem að sjá eins og með þetta einhver lítil höggmynd í stein af manni og hesti og þetta er orðið risastórt blaðamál. Og þetta er bara svolítið til marks þann eftirlitsinna sem er komin og ég held að og hvernig stofnanir ríkisins eru farnir að haga sér, gagnvart bæði okkur hér sveitarstjórnunum sem og bara öðrum í samfélaginu, hvort sem það eru fyrirtæki og einstaklingar. Og ég held að þessi komin tími til að fara að spyrna við fótum í þessum málum. Og því vil ég skora skora á forseta að koma með eitthvað orðalag að einhverjum ályktun eða bókun sem við sendum frá okkur þar sem við lýsum yfir miklu vonbrigðum með þessi vinnubrögð umhverfisstofnunar, þar sem að við lýsum furðu okkar á þessum vinnubrögðum gagnvart því hvernig seint hefur tekist til í öðrum verkefnum umhverfisstofnunar gagnvart til dæmis eins og Helgustaðanámu og ábyggla á öðrum stöðum þar sem við höfum þurft að fá þeirra álit eða óska eftir þeirra vinnu. Þannig að ég gerir ráð fyrir að það komi þá núna, er það ekki? Jú, og það getur bæjarfulltrúi Jens getur alveg huggast við hann forseti bæjarstjórnar ekki að bresta í grát, það tölvöld mikið til hann bresta í grát, en honum finnst alveg sjálfsagt að bæjarfulltrúar vandi sig þegar þeir eru að tala um ábyrgð sína. En það er alveg rétt að við höfum svöruð þessu á sínum, við höfum svarað þessu áður þegar þetta mál var til meðferðar, þá svöruðum við þessu hér, nefndin hefur tekið til sín, ég mun leggja til að þessum lið verið vísað inn til bæjarráðs til umfjöllunar og svara þar. Því að þetta var tekið inn með afbrigðum í dag, þannig að ég tel rétt að bæjarráð svari bókun eða svari þessu erindi. Kom allar með athugasemdir við það, hvernig svona ákveðnar ávirðingar í þessu eru sem snúa á stjórnsýslu sveitarfélagsins. En líkt og ég sagði á hann, ég fagna niðurstöðuna þeir ætla ekki að beita refsiákvæðum á listamann, en það hefur fundist svona kannski ljós í jafnræðisreglunar
að það verður kannski svona, það verður langt selst. En ég legg það til, mun leggja til þegar ég afgreiði fundagerðina í heilsinni að þessum lið verður vísað til bæjarráðs til umfjöllunar á næsta fundi. Að mann Einar Már, gerðu svo vel. Forseti góðir bæjarfulltrúar, ég vil taka undir forsetum að sé eðlilegt að þessi liður fari til bæjarráðs, en það er það eðlilegt ferli að fundagerði nefndar fari til bæjarráðs, en af því að hún var tekin hér með afbrigðum til þess að afgreiða ákveðna liði úr fundagerðinni, þá er hún ekki búin að millilenda í bæjarráði. Þannig að mér finnst það eðlilegt og menn velti því fyrir sér hvort að bregðast við einhverju orðalagi í þessu bréfi. Mér langar líka að taka undir sem framkom hjá forseta hér í einhverju af ræðunum, það er varðandi listamannin, það er auðvitað raunverulega það sem er aðalatrið í þessu, finnst mér að það er ekki verið að elta hann uppi sem framkvæmdi verkið. Það eina sem að þarna er hægt að velta fyrir sér er sko hvort að þær upplýsingar sýnir okkur að við þurfum að hafa það alltaf skriflegt það að það þyrfti sem sagt heimild frá Umhverfisstofnun varðandi þetta, að það verðist einhvern megin ekki hafa allavega komist allavega leið hversu skýringin er á því. En það sýnir okkur bara að við þurfum að vanda þetta skriflega, en ég tek undir það að mér þykir það hafa sérkennilegt að Umhverfisstofnun skuli hafa svona mikla fjármuni og mikinn tíma að geta velt sér svona hressilega upp úr þessu máli. Það eru örugglega brýnni mál sem bíða og það hefði átt að vera hægt að afgreiða þetta með snegri hætti heldur en sem þarna er. Og það eru þetta afar mikilvægt að við sýnum fulla hörku í samskiptum við ríkisvaldið, því að sjaldan er nú linnkindin þaðan þegar á þarf að halda, en þetta er best að þessi stjórnvöld vinni sem allra best saman, og það er auðvitað ætlast til þessa löggjöfunum að þannig sé. En þarna er spurning hvort menn eigi að vera bregðast við með einhverjum skriflegum hætti eða óskar hreinlega eftir viðtali við komandi aðilir í stofnuninni. Það er oft spurning bara hvernig samskiptin eiga að vera, en það er eðlilegt að bæjarráð fara yfir þetta og átti sig á því hvað vanlegast er til árangurs. Takk fyrir þetta Einar. Vilja fleiri hvað þessi hljóðsundi fundagerðum eigna skipul og svo umhverfisnefndar? Svo er ekki, þá leið og ég ber þess að það óskaði líka eftir því að eins og kom fram það sem þetta tekin með atbrigðum hér þessi fundagerð til umfjöllunar þetta mála, því að það hefur verið til umfjöllunar í fjölmiðlum í dag, að þá að lið 19 sem snýra þessu og kallast tilkynningum meðferð máls, meint ólögðu athæfi í Stöðvarfirði, hún hefur verið vísað til bæjarráðs til umfjöllunar á næsta fundi þess sem er þá eftir helgi, og en að öðru leyti eru fundagerðar lagðar að undanskildum liðum 3, 7, 9 og 13 sem hafa farið undir lið almenn mál og fundagerð 215. Má ég beða bæjarfulltrúa að greiða atkvæðum þetta? Þetta er saðið með 8 atkvæðum. Þá erum konið fundagerð fræðslunefndar nr. 60, orðið laust hana, vill einhver kveða sér hljóðs. Fundagerð fræðslunefndar nr. 60, Jens Garðar gerir svo vel. Forseti, nú að því að það er engin úr fræðslunefnd hér, þá held ég bara að spyrja þá annað hvort formann bæjarráðs eða forseta bæjarstjórnar sem fylgjast með vinnu nefndana. Hvernig núna er starfs- og fjárhagsáætlun fræðslunefndar í gangi? Ég hefði bara viljað svona kannski fá smá upplýsingar það hvernig staðan er á þeim römmum sem hefur útlutað og hvernig útlitið er varðandi 2019. Er mikið sem vantar upp á varðandi útlutaða ramma og hvernig það lítur út? Þetta er nú stærsta nefndin okkar og tekur langmest af okkar fé, þannig að það þarf að vanda vel til verka. Takk fyrir Jens. Þar er nú aldeilis heppin því að þú hefur fengið fundaboð á fund bæjarráðs í fyrramálið kl. 8:30, þar sem formaður fræðslunefndar og fræðslustjóri verður meðlans. Það er fundur bæjarráðs sem verður farið yfir stöðuna í fjárhagsáætlunarvinnunni í hverri nefnd. Þannig ég veit ekki hvernig það verður það tekið til umfjöllunar á morgun. Nei, það mun gefast örugglega tækifæri til þessi því að það er eins og kemur sérði í bókun nefndarinnar, þá er verið vinna við gerð launa á það langt konu framöndan vinna í skólanum við aðra liði en launaliði.
þannig að þeir munu fara við stöðun á morgun og síðan kemur það hér inn á næsta fund bæjarstjórnar sem í útsendingu og þá gefst þér tækifæri til þess að fara þá við það og telur það sé eitthvað sem sé þar undir. Þannig að ég bara segi, þetta bara svar mitt með einfalt. Það umfjöllun fjárhagsváttan á morgun í bæjarráði með formúlum. Vilja fleiri kveðsljóðsendir fundar gerð fræðslunendar? Svo virðist ekki vera á þegar berum til saðenda í saðansæðingum sem við gefum ekki, hún saði með 8 atkvæðum. Þá það fundar gerð í þú tónstunendur með 52, orðið laust hana, vill einhver þessi ljós. Svo virðist ekki verið berum til saðendar, hún saðið með 8 atkvæðum. Þá það fundar gerð menningar og nýsköpunarnefndar með 4, orðið laust hana, vill einhver þessi ljós. Svo virðist ekki vera í berum til saðendar, þegar saðansæðingum sem gefum ekki, hún saðið með Jenny. 8 atkvæðum. Félagsmálanefnd, þá erum við næst hér í fundargerð félagsmálanefndar með 113, orðið laust hana. Já. Þá hér að fyrirgefið ég að fara hér yfir fá að kveða með hljóðsundir fundargerð félagsmálanefndar. Líkt og kemur fram þá er náttúrulega félagsmálanefndar eitthvað aðrar nefndir í þessari vinnu. Bæði náttúrulega hér mikið náttúrulega reglum sem við erum að fara yfir og munum vera hér á eftir undir, en jafnframt líka í tengslum við bókun félagsmálanefndar að þá erum við að fara yfir sem sagt og félagsmálanefnd fór yfir í bókun sinni þarna útöndir ramma að þar menn að horfa sérstaklega til málefna aldrara að mæta þeim og svona svo nefndin leggur þá áherslu og mun kynna það á morgun og fundi bæjarráðs í framhaldi af þessu. Síðan náttúrulega er undir og verður það verkefni náttúrulega þessara nefnda, bæði félagsmálanefndar, fræðslunefndar og íþrótt- og tónlistarnefndar að vinna að náttúrulega uppfærslu á fræðslu stefnunni og fjölskyldustefnunni. Ég tel að það verður nú stóra verkefni okkar næsta árið. Þannig að ég held að þarna er svona verið að leggja fyrstu drauga því sem ég fagna mjög og verður áhugavert að fylgjast með þessu nefndum og ég vona þeim að það muni ganga vel. En enga síður teljum við náttúrulega og vitum það að málefni aldrara verða umfangsmeiri líka hjá okkur líkt á annars staðar. Þannig að allt þetta er að skoðast en það verður fróðlegt að fá kynningu þess á morgun inn í bæjarráði. Þannig að orðið er laust félagsmálanefnd. Einhver ljós, ég ber til saðendar. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum fyrir ekki. 8. Þá erum við komin í liðinn barnaverndarfundargerð númer 89. Vill einhver sem hljóðsum hana. Svo virðist ekki verið í ber til saðendar. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá er það fundargerð safnarnefndar, fundur númer 1. En safnarnefnd fer fyrir menningar og nýsköpunarnefnd og jafnframt hér einnig til umfjöllunar saðendar og þarna var verið safnarnefnd og fá að kveða með aðeins hljóðsum hana. Þetta er nú ný nefnd hér, þar sem við erum að vinna að umhaldum safnamál, söguritun og svo bókasöfnun okkar líka, ekki bara söfnun okkar minjasöfnin eða önnur þau söfn. Við vorum hér á fundi í gær í þessari nefnd, á þriðjudaginn í þessari nefnd einnig. Og öðrum fundi við erum að fara núna staðina, ætlum að kynna okkur stöðu safnamála í hverju hverfi fyrir sig. Við teljum það sé nauðsynlegt núna því að við okkur er ætlað að vinna að mótun safnastefnu fyrir Fjarðabyggð og það hefur verið afar skemmtilegt að þessi 2 fundir hefur verið afar skemmtilegt. Þetta er hópur sem hefur mikinn áhuga á þessum málaflokki og hefur verið gaman að takast á þetta. Við byrjum út á Norðfirði á þriðjudaginn og síðan verðum við á Eskifirði næst og munum svo fikra okkur koll að kolli suður í Breiðdal og fá innsýn í þessi mál á hverjum stað fyrir sig. En það var svo mikið fleira. Vill einhver kveða sér hljóðsum þessa fundargerð? Svo virðist ekki verið berandi saðendar, hún er með 9 atkvæðum. 8 fyrirgeði, ég er alveg fastur í 9. Þannig ég 8 atkvæði skulle vera. Þá erum konið liðin almenn mál. Og það er fyrst kemur frá bæjarráði ákvörðun framtíðarskipan almannavarnanefnda. Þetta er tillaga bæjarstjóra þess efnis að almannavernd Suður- og Norður-Múlasýslu verði sameinaðar í eina almannavarnanefnd á Austurlandi
í umdæmi lögreglustjórans hér. Þetta var tekið til umfjöllunar á fundi bæjarráðs síðast og vísa heiti bæjarsnar. Orðið lustum þessa tillögu, engi kveðis hljóðs, ég ber hann þau upp, þeir sem hann samþykkja, hún er sagðið með 8 atkvæðum. Þá er það tilnefningar í stjórnir, stjórnir. Það er fyrst stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga. Það er samkvæmt stofnsamningi. Þetta kemur frá safnnefnd og hefur farið fyrir menningar og nýsköpunarnefnd einnig og þessi 3 næstu liðir. En samkvæmt stofnsamningi við Héraðsskjalasafnið eftir tilnefningu safnnefndar þá á bæjarstjórn að skipa aðal- og varafulltrúa í stjórn safnsins. Kjörtímabil þeirra hið sama á bæjarstjórnar. Safnnefnd tilnefndi á fundi sínum og menningar og nýsköpunarnefnd staðfesta Ævar Ármannsson sem aðalmann og Kömmu Dögg Gísladóttir sem varamann í stjórn Héraðsskjalasafnsins. Orðið er laust þetta. Engi kveður hljós, ég ber þetta saðendal þess að það saðengefin skeiðmerki. Það er saðend með 8 atkvæðum. Þá er næst stjórn Sjóminjasafns Austurlands. Bæjarstjórn skipa fulltrúa í stjórn Sjóminjasafns Austurlands samkvæmt stofnsamningi þess og eftir tilnefningu safnnefndar og sem hefur jafnframt fengið umfjöllun í menningar og nýsköpunarnefnd. Gunnar Jónsson og Kamma Dögg Gísladóttir eru tilnefnd sem aðalmenn og Magni Harðarsson sem varamaður. Það voru mistök við umfjöllun með það var einskis talað 1 en við eigum 2 fulltrúa í stjórn Sjóminjasafnsins. Orðið lustu þetta. Engi kveðis hljóðs, ég ber þetta saðendar. Þetta er saðend með 8 atkvæðum. Þá er nú hér stjórn sem verður kannski hugsanlega skamlífi í sínum störfum. Það er stjórn Sjóminja- og Smiðjuminjasafns Jósvalds Einarssonar. Þessi sjálfseignarstofnun er enn til frá því að til hennar var stofnað árinu 2003 minni mig. Hefur legið svolítið í láginni síðustu ár en enga síður töldum við eftir umfjöllun okkar í safnnefnd rétt að skipa hana og taka þá þau næstu skref og leysa hana upp en það þarf til þess að gerast, það þarf að vera rétt að því staðið og þar leiðandi var safnnefnd tilnefndi mig sem aðalmann og Pétur Sörensson sem varamann í stjórn Sjóminja- og Smiðjuminjasafnsins sem við munum svo vinna núna að fara í gegnum þá sjálfseignarstofnun sem hefur lokið hlutverki sínu, var stofnun til þegar safnið að flutt austur og fari yfir og leggja fyrir safnnefnd að nýju. En þessi tilnefning er til umræðu hér, engi kveðis hljóðs, ég ber nú til saðendar, hún er saðend með 8 atkvæðum. Þá er á breyting á nefndaskipan í Fjarðabyggð 2018-2022. Það var tekið fyrir síðasta fundi í bæjarráðs, eins og við munum þá er það venjan að bæjarstjóri sitji í almannavarnanefnd sem verður þá ný almannavarnanefnd á Austurlandi, lögreglustjórum Austurlandi, en heitir nú almannavarnanefnd Suðurmúlasýslu. Ég tók sæti hérna bara á tímabili í sumar. Þá til Karl kom til starfa, það er lagt til að hann taki nú það sæti, Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri taki sæti í almannavarnanefnd. Orðið er laust, engi kveðis hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það er samþykkt með 9 atkvæðum. 8 atkvæðum, ég er að reyna 8 atkvæðum, það er ekki best í hópin. Þá er það næst lögreglu samþykkt, það er vísa frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd til bæjarráðs og svo bæjarráð hingað inn til bæjarstjórnar, lögreglu samþykkt Fjarðabyggðar fyrir sameinað sveitarfélag og það hefur verið samþykkt, það er breytingar í samþykkt á lögreglu samþyktinni sem fjalla eingöngu eiginlega sameiningu eða nýju sveitarfélagi. Orðið er laust, engi kveðis hljóðs, ég ber þetta upp til samþykktar, þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá komum við hér í liðin reglur sem hefur verið hér reglulega á bæjarstjórnarfundum på síðkasti þar sem við erum að ljúka yfirferð okkar á regluverkinu með nýtt sameinað sveitarfélag í huga og ég mun nú kynna þær og gefa orðið laust til hverja og eina. Það er fyrst reglum styrki til menningarstarfsemi, vísar á bæjarráðið til staðfestinga hér, reglum styrki menningarstarfsemi í sameinuðu sveitarfélagi, efnislega breytingar engar en nema sem lítur á sameiningu. Orðið er laust, engi kveðis hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá er næst reglum skipulag gámasvæði, kemur frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd. Efnislega breytingar ekki en nema sem snúa sameiningu. Orðið er laust, engi kveðis hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 8 atkvæðum. Þá er næst reglum stöðuleyfi lausafjármuna, það er sömuleiðis vísa frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd. Efnislega breytingar ekki aðrar heldur en snúa sameiningu. Orðið er laust, engi kveðis hljóðs, ég ber eftir samþykktar með 8 atkvæðum. Þá er næst reglur útlegu leiguíbúða, vísa frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd einnig. Það er aftur á móti lagt til hér að þessar reglur verði aflagðar. Nefndin tók það, telur ekki lengur þörf fyrir þær og leggur til að bæjar að vera felldar á gildi og bæjar að vísa því til bæjarstjórnar að það verði nefndar á gildi. Orðið er laust, engi kveðis hljóðs, ég ber það eftir samþykktar,
það er samt með 8 atkvæðum að regluna verði numdar úr gildi. Þá er reglunum sölu íbúði Fjarðabyggð. Það er einnig frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd. Sala íbúða, engar efnislega breytingar aðra heldur en snúa sameiningunni, orðið laust, engin kveðs hljóðs, ég ber upp til samþykktar, það er samt með 8 atkvæðum. Þá er að reglunum gististaðnum sveitarfélagsins, það er sömuleiðis frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd. Reglunum gististaði í sameinuðu sveitarfélagi, efnislega breytingar ekki aðra leyti heldur snúa sameiningu, orðið laust, engin kveðs hljóðs, ég ber upp til samþykktar, það er samt með 8 atkvæðum. Þá er það verklagsreglur vegna umgengni á lóðum. Þetta er frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd, sömuleiðis engar efnislega breytingar annað en lítur á sameiningu sveitarfélagsins. Vill einhver þessi hljóðs, svo verðist ekki verið breytt til samþykktar, það er samþykktar með 8 atkvæðum. Þá er að reglur félagslega liðveislu, það kemur frá félagsmálanefnd. Þær eru sömuleiðis ekki efnislega breytingar frá þeim reglum sem fyrir voru hér, en nema aðra þessi snúa sameiningunni. Orðið lustu þær, engin þessi hljóðs, ég breytt til samþykktar, það er samþykktar með 8 atkvæðum. Þá er að reglur félagslega heimaþjónustu. Það er sömuleiðis efnislega breytingar ekki aðrar heldur að snúa sameiningunni, orðið laust þær, einhver þessi hljóðs, ég ber eftir samþykktar, er samþykktar með 8 atkvæðum. Þá er að reglur daggæslu í heimahúsum. Það er sömuleiðis kemur frá félagsmálanefnd, efnislega breytingar ekki aðrar en þessi snúa sameiningunni, orðið laust, einhver þessi hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það er samþykktar með 8 atkvæðum. Síðan að reglur skammtímavistum fatlara. Þetta kemur frá félagsmálanefnd, í þeim er komið ekki efnislega breytingar aðra heldur en þessi snúa sameiningu, orðið laust þær, engin þessi hljóðs, það eru borðan til samþykktar, það eru samþykktar með 8 atkvæðum. Síðan er það reglur notendastýra persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk. Hér erum að ræða sömuleiðis ekki efnislega breytingar á þessum reglum sem áður hafa verið settar að því tilnema sem lítur á sameiningunni, orðið laust þær, engin þessi hljóðs, ég ber til samþykktar, það eru samþykktar með 8 atkvæðum. Þá erum við hér næst komin þá liðið sem bættust við. Ég vil taka þá 3 liði sem komu úr 3 liði úr eignaskipulags- og umhverfisnefnd og svo 4. liði mun ég víkja og Eydís Ásbjörnsdóttir fyrsti varaforstjóri mun taka við og stýra umræðum afgreiðslu á honum sem snýr að deiliskipulagi í Fannadal. En það er þá fyrst liður 3 sem var vísað til bæjarstjórnar, ætla ég nú að opna hér, og snýr byggingarleyfi í framhaldi af grenndarkynningu og var vísað niðurstöðunni til bæjarstjórnar. En hér var maður að ræða byggingarleyfi á Mánagötu 3 sem var grenndarkynnt, það er breytingar á fasteign og lóð auk nýbyggingu bílskúrs og þessu var vísað, eignaskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti áformin en vísaðist til bæjarstjórnar til endanlega afgreiðslu. Orðið laust þetta. Engin þessi hljóðs, ég ber þetta með samþykktar, þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá er það næst reglur leigulönd, en það er deiliskipulag urðabotns, deiliskipulag urðabotna, þetta þekkja menn, þetta er í tengslu við snjóflóðavarnir út á Norðfirði, urðabotnar og Sniðgil sem var næstu varnir. Þarna verður að leggja skipulags- og matslýsingu deiliskipulagsins og varnarmannvirkjanna ofan byggðar á Norðfirði, tengslu við urðabotna. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt skipulags- og matslýsingu á sitt leyti og vísa hér afgreiðslu til okkar endanlegri. Orðið laust þetta, vil einhver þessi hljóðs. Svo virðist ekki verið að byrja til samþykktar, þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá er það næst reglur leigulönd. Hér er sömuleiðis verið að uppfæra reglur. Hér er vísað frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd til staðfestingar bæjarstjórnar reglum leigulönd í tengslu við sameininguna. Efnislega breytingar eru sem ekki annað en þær að þær eru uppfærar í tengslu við sameiningu, vil einhver þessi hljóðs þær. Svo virðist ekki verið að byrja til samþykktar, það eru samþykktar með 8 atkvæðum. Þá erum við komin hér semst í lið sem mun verða þá 30. og annar liður sem er Fannadal deiliskipulag frístabyggðar. Þá vil ég biðja Eydísi Ásbjörnsdóttur að taka við og stýra hann umræðum og afgreiðslu þannig þessi hér og ég mun víkja úr sala með hann. Bæjarstjóri og til bæjarfulltrúar fyrir að teki fyrir lið 7 í fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 215 en það er Fannadalur deiliskipulag frístundabyggðar sem var vísað frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar en deiliskipulagi frístundabyggðar í Fannadal. Framlagður uppdráttur með greinagerð frá 1. ágúst síðastliðnum
Málsmeðferð verður í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Endanlega afgreiðslu sem sagt vísa hérna til bæjarstjórnar og orðið er laust. Það kveður sér engin hljóðs og þá býð ykkur bara að greiða atkvæði. Og samþykktu með 7 atkvæðum. Forseti má koma í sal, taka við fundi. Hvað segir þið? Töluðu þið við ekki? Og hvað? Herðu, þá þakka ég fyrsta varastóð fyrir, tek þá við stjórn fundarsettur og þetta var síðasti liður fundar bæjarstjórnar í dag. Þeir eru nokkuð margir, eða 33 talsins. Næsti fundur bæjarstjórnar er 18. október, búið til hans með dagskrá. Og ég þakka bæjarfulltrúum fundarsettuna á umræðu í dag og segi fundi slíkt.